Já. Það held ég. Þá erum við komin í lofti hér frá DB Schenker-höllinni á Ásvöllum í Hafnarfirði. Framöndan eru þetta þessi stórleikur Hauka á móti Alingsås frá Svíþjóð. Matthías Árni Ingimarsson með mér í þessari útsendingu. Ég heiti Kristján Aðarsteinsson. Matti, nú ætlum við að byrja aðeins á því að ræða þennan leik og þetta einvígi svona almennt. Hvað vitum við þetta Alingsås-lið? Já, við vitum fullt. Það náttúrulega til leiki með þeim sem Gunni hefur fengið og liðið hefur verið að fara yfir og við vitum að þeir eru efstir í sænsku deildinni eftir 3 umferðir núna og eru eitt af toppliðunum í Svíþjóð ásamt nokkrum öðrum. Þannig og við vitum náttúrulega bara mikið sænskan handbolta líka og við höfum verið að spila hérna áður við lið eins og Guf og við vitum náttúrulega með Kristianstad líka sem var þá í meistaradeildinni. Þannig já, það eru til nægar upplýsingar þetta lið sem strákarnir hafa verið að fara yfir síðustu daga. I think it's okay as well to say hello to all the fans in Sweden who are watching. Welcome to this live coverage of the game. Me and Matti will be announcing the game as long as it goes, and we will maybe talk a little Norwegian afterwards with the coach. We will see. Matti, aftur, nú ætlum við að fara að fá Brynjólf Snæ hingað í viðtal til að spjalla við okkur aðeins þennan leik og það eru það eru til góð moment og vond moment til að mæta liðum og Haukarnir auðvitað eins og við þekkjum hafa ekki kannski byrjað tímabilið eins og menn ætluðust en þetta náttúrulega bara frábær tímasetning að fá þennan leik. Já, ég segi líka leikur á móti Akureyri. Þar náðu þau svona að spilna sér svolítið vel af botninum, sérstaklega varnarlega, voru í svona góðar Páll. Þjálfara þeirra? Bara sem fyrst? Svona gerist þetta í beinni útsendingu. Páll Ólafsson aðeins að reyna að redda okkur Svía í viðtal. Já. En ok, nú erum við að vera að fá fáum bara hérna á milli okkar. Já. Hi, welcome. Welcome. We are, of course, that's okay. For the people watching the game at home, what's your name? Magnus Persson. Magnus Pettersson. Yeah. Welcome to Iceland. Persson, Magnus Persson, sorry. Maybe hold it a little bit closer. Yeah. Here, okay. Magnus Persson. Welcome to Iceland. Thank you. What do you know about the Hauka team? The Hauka team, I think they play a really good handball. They are technical good. I think they have a good game plan, and it will be hard today. You have been playing really well in Sweden for the first games. You're sitting on the top of the league. Yeah, I think the results are very good. We played some good handball, but I think we can do a little bit better. But of course, when you have 4 victories from 4 games, it's of course good. What's the ambition for Alingsås in this competition? We have to take one step at a time. I think this is a hard qualification game, and we want to get a big result home to Sweden. And then next week we will, of course, hopefully get to the next stage. But we're just thinking about this game. There's no underestimating Haukar in this game? No, of course not. I think it's 50-50. They are looking good at the videos. What would you say are the main strengths of the Hauka team? What do you have to do? How do you have to perform to win the game? I think we have to play really good defense because they have many options in front and take advantage if they do some errors. Thanks for the chat and good luck in the game. Yeah, thank you. Thanks. Þetta var Magnús Persson, leikmaður Alingsås. Nú ætti Brynjólfur Snær Brynjólfsson að vera klár. Matti sérstakur aðstofamaður hér. Tæknimaður líka hérna. Tæknimaður í setti. Sælmenni minn, velkomin. Já, þakka fyrir. Hvað segja Haukamenn í dag? Eru þið brattir og klárir í slæðin? Já, bara Evrópukefni og það alltaf tillöku fyrir því, þannig að við erum brattir bara. Hvað vitið þetta Alingsås-lið? Við vitum að þetta er mjög sterkt lið, þeir eru náttúrulega í efsta sæti í sænsku deildinni og með sænska landsliðsmenn innan borðs og svona, þannig að þetta er gífurlega sterkt lið, en við heldum við getum matchað þá. Hvar eru helstu styrkleika liðsins? Það er í skyttunni og miðjumennin, skyttunni vinstra megin og miðjumenninum. Ég ætla ekki að fara að segja nöfnið þeirra, en svona... Nei, það er auðvitað kannski fyrir einmitt fólk heima, það er þetta miðjumaður skytta í þessu liði sem heitir Jesper Konradsson sem auðvitað
var í lokahóp Svía á EM og Ólympíuleikum. Já, nákvæmlega. Þannig að ég segi bara við hérna í Haukum, við erum að fara að spila mótið, þetta alvöru lið. Já, spila hörkuvörn og gera ræðablaup og náttúrulega sænsku liðin alltaf með góða markverði, þannig að þeir eru virkilega góðir. Líka fyrir það, ef þú gerir mistök, þá eru þeir rosa snöggir að refsa með hraðablaup. Þeir eru að stela metrum hornamennir sérstaklega, sem líka þá kannski option fyrir Haukana, að ef hornamenn að stela, þá eru langa sendingin í annarkvort hornið úr skittónum eða af miðjunni. Svolítið þá, ef hornamenn eru djúpt, þá er það góð færi sem við getum fengið þar. Er þetta kannski, einmitt út af því hvernig þeir spila, er þetta kannski, það er yfirleitt oftast sagt fyrir handboltaleiki að til þess að vinna þá þarf að spila góða vörn og hafa markvörslu, en það má ekki einmitt gleyma mikilvægi sóknarleiksins á móti liðið eins og Alingsås að láta ekki refsa í baki á sér endalaust. Algjörlega, sko, þeir refsa alltaf, þannig að við þurfum að spila mjög agaðan sóknarleik, segi ég, til að fá ekki mörkin í baki, og ég held að við getum pirrað á svolítið með því að við erum bara nógu lengi í sókn og potum honum inn í restina, þá verða það pirraðar held ég. Er svona með það í huga hvernig tímabilið við byrja á Haukum, er þetta fullkominn tímapunktur til að fá þennan leik að þessari stærðargráðu fyrir ykkur? Ég held að Evrópukeppnin sé bara alltaf góður tímapunktur til að núllstilla sig og nýjir andstæðingar, við veitum kannski ekki jafn mikið um það og liðin inn að heima, þannig að ég held að þetta sé alltaf bara fínt að fá Evrópukeppnin svona inn á milli. Og menn klárir og gíraðir í slaginn? Já, það er alveg klárt. Það er full greta til að komast áfram í þessu fyrirleik. Takk fyrir spjallið, gangi vel. Takk. Þetta var Brynjólfur Snær Brynjólfsson og við höldum bara áfram Matti, þú ert hérna bara þú gengur bara í öll hlutverk. Ef við vorum að tala um áðan tímapunktin að fá þennan leik fyrir Haukana, eins og ég var að segja með Akureyrarleikinn, þá sáum við í svona 58 mínútur hvað Haukavörnin þegar hún smellur getur verið sterk. Það var eins og fyrri hálfleikur í það, var alveg upp á topp, sko. Það var verið bara á tímabilið þá sáu Akureyringarnir ekki markið og Nonni voru að verja marga bolta og voru að taka frákustinn sem hefur kannski svolítið vantað í leikjunum í deildinni. Þannig ég held að þetta sé, já eins og segja, það er búið að tala um það, Gunni hefur talað um að þetta sé tímapunkturinn til þess að fá Evrópukeppnina og þennan leik. Það er auðvitað búið að tala helling um það að nú auðvitað varst þú fyrirlið þess að liðs í fyrra Íslandsmeistari og mörgum talinn besti varnarmaður deildarinnar. Svo ferð þú út úr liðinu, hundleiðileg umræða að vera að rifja þetta upp við það endalaust, en mér langar samt að spyrja þeim að því að það eru margir sem velta þessu fyrir sér. Getur einn maður skipt svona rosalega miklu máli fyrir eitt lið, eða eru Haukarnir einfaldlega, er þetta hugafarið sem hefur ekki verið til staðar frekar en gæði inn á vellinum? Nei, þetta var eins og það með það. Við og Nonni vorum að spila leiki saman í þristunum og kunnum mjög vel inn á hvern annan og það kemur bara með því að spila lengi saman. Adam er komin í nýja stöðu þarna inn á miðjunni með Nonna og svo eru nýja menn eins og Danna, hann er að koma inn, Andri er að koma inn í vörðinni á okkur, þá eru þeir oftast í bakvörðunum eða fyrir framann eins og í tilviki Andra. Og það tekur tíma að slípa svona saman. Það gerist ekki á 2 mánuðum eða eitthvað svolítið. Það tekur smá tíma, menn þurfa að læra inn á hvern annan og finna svona hvernig menn virka og ef eitthvað klikkar, hvar átt þú að hjálpa, hvenær átt að fara út og það svona smá svona finnstillingar atriði. Ég meina að þú veist, klárum tímabilið í maí fyrra að menn gleymi ekki hvernig það var að spila handbolta eða vörn á 3 mánuð. Ekki menn sem eru búin að spila í meistaraflokki kannski 10+ ára eða eitthvað. Þeir gleyma því ekki. Þannig þetta bara kemur, sko, svo bara, það vantaði nokkur leikir smá bara svona killer. Verið kannski pínu andleysi, kannski eins og svo kannski á móti fram. Það vantaði svona með væri að fara út og klára brotinn og líka taka sér frákust og kasta sér á boltana. Það var orðið mjög flott eins og á móti Akureyri. Þar voru menn að spila saman fyrir hvern annan, það var góð stemming í hópnum, góð holning á liðinu. Þannig að þetta kemur allt. Þetta er Evrópuleikur nr. 109 hjá karlaliði Hauka í handbolta. Sem er náttúrulega bara í raun og veru bara ótrúlega. Já, frá 1981. Þegar Haukar verða bikarmeistarar 1980 komist þeir í Evrópukeppni í haustskipti. Og hann var bikarmeistari, hann Karl faðir minn í því liði. En hann ákvað að flytja til Danmörkur 81, þannig að hann fekk ekki að spila Evrópuleik. Þannig ég var bara að taka það fyrir hann. Þið spiluðuð í þessari keppni í fyrra á móti St. Raphael frá Fraklandi. Sem að að mörgu leyti rosalega ólíkt handboltalið Alingsås. Það eru stærri og þyngri menn og meiri svolítið svona kraftabolti með fullri virðingu fyrir þannig bolta.
Hendar það Haukunum betur að spila á móti, já við getum sagt svona típisku sænsku liði, heldur það? Hvað er tilfinningu fyrir því? Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því. Við náttúrulega höfum spilað nokkur sinnum eins og við Gjöf. Við höfum farið í æfingar fyrir þangað til Eskilstúna og þeir hafa komið og spilað hérna Hafnarfjarðarmótinu. Það hentaði okkur bara mjög vel að spila á móti þeim. Þannig en eins og segir með Sandra Rafael, það voru með hotnamann í vinstra hotninu hátt í 2 metrar og með vinstri skiptu sem var að slaga í 3 metrana. Skaut bara á 14 metrum og maður horfði bara boltanum í skeytunum. Nei, þannig það er spurning. Það maður ætti kannski eftir að sjá svolítið í kvöld. Já, hérna í dag. Hvernig svona típa sænskuliðir, hvort það sé svona típi sænslið eða hvað? Fáum að ræða það betur við Gunnar Magnússon eftir. Við ætlum að bregða okkur í örstutt auglýsingarhlé. Tökum hérna 2-3 mínútna hlé og svo komum við félagarnir aftur inn. Ekki fara langt. Þá höldum við áfram hér á Hauka TV. Við erum að á fullu undirbúa okkur fyrir þennan stórleik Hauka og Alingsås sem að hefst núna klukkan 4. Haukarnir eru mættir inn á gólfið að hita upp og ég ætla núna að senda stutta kveðju til Svíþjóðar á norsku. Þannig að þið sem eru hérna heima að horfa, þið bara takkið viljan fyrir verkið. Hjärtligt välkommen till alla i Sverige som ser på Hauka TV nu. Det är nog snart 40 minuter till avkast i kampen här. Och vi hoppas att vi får en stor god kamp här på gulvet klockan 4. Och ja, det var liksom välkommen till alla i Sverige. Helvítið sleipur. Þetta var svona, ég hef varð að koma þess að, svona því þetta nú með leikinn í beinni í sænska sjónvarpinu. Herru Matti, það er eitt og annað sem við auðvitað getum rætt núna í aðdraganda þessa leiks og eitt af því sem ég langar að koma inn á er
Við vorum að tala varnarleikinn á hann, hversu mikilvægur hann að fá hann í gang og þetta spirit og svo framvegis. Gyturius Morkūnas hefur ekki verið alveg upp á sitt besta undanfarna leiki og það hangir auðvitað sama við það að varnarleikurinn ekki búinn að vera nægilega. Þetta tvennt þarf að smella í dag ef að Haukarnir ætla að eiga breidd. Já, alveg klart mál og þegar Goggi náttúrulega í stuði þá hann alveg ótrúlegur. En hann áður náttúrulega svolítið til sko að brjóta sjálfur sig svolítið niður sem svona hans akkilesar hæll. Því miður. Hann ef hann veri ekki bolta sem hann telur hann eiga að verja þá fer hann stundum í svolítið fílu. Og hann að vinna í þessu og það að lagast. En stundum þetta ekki alveg nóg gott hjá honum. Má ekki reikna með því svona það sem maður hefur heyrt af Haukunum núna í aðdraganda leiksins að þeir séu að fara að mæta hérna svona típiskri sænskri 6-0 vörn, svolítið aggressívri. Það ekki það sem að menn hafa séð á þessum vídeóum? Ég gerir nú ráð fyrir því. Hérna sýnst mér þjálfari var að koma í viðtal. Já. Bjóð hann velkomin. Hi, welcome. Kristján, hi. If you could stand over here. This one. Mikael Franzen, welcome to Reykjavik. Thank you. We are live in Sweden on this camera there. Yeah, okay. I look up there. Yeah, okay. No, it's okay. Okay. I will ask you a few questions about the game. Yeah. First of all, what do you know about the Hauka team? I saw a new news on your website yesterday that you've been to Greece to see. Yeah, I've been to Greece and I looked at them live, and we had some videos, so we're well prepared, I think, and it's a good team you got in Haukar. I think very solid, and fast breaks are good, and yeah, it's a good team. You think it's going to be a 50-50 game? Yeah, I think we're quite similar in tactics. I think with fine defense and good fast breaks. So I think it's a 50-50 game today. Okay. You've started the season really well in Sweden, and you're on the top of the table with 4 victories after 4 games. Yeah. What has been happening in your team? Why are your team performing so good now? We thought that we would get a good start, and we had got a good start. So we well prepared for the European Cup. That's the main thing this period, I think, and we would like to start well to get a good feeling into this championship. It's a knockout stage, so you got to do everything to be there. As you know, Haukar has not had the best possible start in the league. I know, but I saw the game at Wednesday against Akureyri, and they performed well, so I don't think that matter now. They have a good feeling to this game, I think, and yeah, it will be an interesting game with good handball, I think. No, maybe what are your main focuses on stopping Haukar? Like what with a start line? What are their main strengths in their offense? What's the main focus on stopping Haukar? Stopping Haukar is you have a good left back with Bamrock, and the middle 9, Smarason is I think is a very interesting player with good underarm shooting. Do you say that in English? Yeah. And so we have to stop them, I think, and big line player, but it's really good music today. Big line player, and of course I think the wings are special also. Good luck in the game. Thank you. Thanks for giving the time. If you want, you can say a few words in Sweden to the people at home watching. Yeah. Vi är laddade, hoppas ni sitter ner och tar er an matchen på bästa sätt. Och kom gärna till returen. Välkomna. Thank you very much. Good luck in the game. Held ég. Mattias fer þá í tæknarhutleikin. Það er virkilega gaman að fá Mikael Franzen, þjálfara Alingsås, hinga í stuttspjall. Við fáum Gunnar Magnússon fljótlega til okkar og svo kemur Aron Kristjánsson hér upp úr hálf, það er nú bara fljótlega. Já, fyrir að líða þessu, það er stutt í leik. Já, Matti, það er ekki tölu vitleysan á þessum bænum. Nei, þeir eru greinilega ekkert að fara að vanmeta Haukana. Og segi, búin að horfa á Grikkjaleikina og horfa á Akureyri-leikinn núna miðvikudaginn, og þeir hafa greinilega verið að stúdera Haukana. Ég var að spyrja núti, ég sá þarna frétt á heimasíðunni þeirra í gær að
þessi gæi, hann undirbýr sig almennilega, hann fór til Grikklands og horfa á Haukana spila hann var þar live sem sagt, hann var ekkert að horfa bara á vídeo sko. Svo hann er búinn að horfa á leikinn á miðvikudaginn og hann eins og segir, þeir eru ekki að fara að koma neitt varmat hérna í... Nei, hann hefur lengt kannski í sumarfríi sitt aðeins með að kíkja í sóluna í Grikklandi og alltaf 33. hittið þarna, þannig þetta var fínt. En já, þetta eins og segir, ef menn ætla sér áfram í riðlana í þessari keppni, þá þýðir ekki þetta vanmetalið. En við lendum inn í fyrra spilu við Makedónslið sem samkvæmt öll átt að vera 3. besta lið í Makedóníu. Þeir koma til landsins með held ég, hvað var það 14 leikmenn, ef ekki bara 13, ekki eins og með full lið. Og við erum búin að sjá leiki með þeim á heimavelli þar sem þeir voru bara mjög sterkir. Þeir selja báðarleikin hérna heim og við slátturum þeim í þeim leikin. Þannig það þýðir ekkert að vera vanmeta neitt í þessari keppni. Það held ég, þá er Gunnar Magnússon mættur, heill og sæll. Þú er að koma hérna hinum einn. Matti er sko, þú þekkir nú Matta vel, hann er það fjölhæfur, hann er líka á tækninni sko. Já, hann er líka alltaf í miðunni. Gunni, það er styttist í leik, hálftími í þennan leik á móti Alingsås. Hvernig leik megum við að vona á? Ég held að ég vona bara við eigum eftir að sjá hérna hörkuleik og við erum að fara að mæta mjög sterku liði og svona mikið tempo og keyra mikið hraða miðjur, hraðuplaup og fljótur að refs og annað. Ég held að ég bara vona eftir að horfa á bara mjög jafnan og skemmtilegan leika sem eru hart barist og mikið hraðuplaup og hraðan bolta líka. Við vorum aðeins að ræða við Matti áðan að þessi hundleðilega umræðan hvernig búið er að ganga á tímabilinu aftur. Ég nenni ekki einu svona að spyrja það út í það vegna þess að það skiptir engu máli þegar komið í leikinn í dag. Og þetta er bara fullkomin tímasetning að fá leiki, fá þetta inn við. Þetta er frábær tímapunktur og við áttum góðan leik á miðvikudaginn og við erum með svona frábært mómenti að byggja hún á það. Og það sem ég legg áherslu á sem þjálfari núna, við fáum flotta frammistöðu. Þetta veit ég ekki alveg, gerum ekki alveg grein fyrir getumun á milli liðanna og hvaða möguleika við eigum á sigur og annað, en klárlega eigum við möguleika á sigur, en það sem ég legg mest áherslu á vonast eftir, við fáum bætingu í varnarleikin, fáum loksins markvörslunni í gang og agaðan sóknarleik og svona frammistaðan verður góð í dag og þá er það eitthvað sem við getum byggt á í fremtíðinni. Sko vorum aðeins að ræða það áðan að það er þetta klassíska sem við talaðum fyrir leikja til að vinna handboltaleik hægt að spila vörn og fá markvörslu og allt það. Er ekki einmitt þegar svo kemur inn á, við vorum einmitt að spyrja Binna út í áðan, er ekki sóknarleikurinn í dag jafn mikilvægur, bara upp á aga að gera og annað til að láta ekki negla í baki á sér alveg endalaust? Jú, það má eiginlega segja að varnarleikurinn okkar byrjar í sókninni. Leið og við förum að taka einhverja 50-50 sénsa eða taka einhverja ómikla áhættur, þá verðum við fljótar að missa tökina leiknum og þeir munu refsa okkur hæl og það verður mjög dýrt. Og við þurfum að stýra tempónu og vera bara agaðar en anskotin í dag og ekki gefa frá okkur boltanum nema í góðu færi. Þið spiluðu í fyrra í þessari keppni á móti St. Rafael og við vorum að ræða þetta aðeins áðan. Þið eru að fara að mæta allt öðruvísi handboltalið í dag. Ekki bara náttúrulega frá öðru landi og allt það, en þeir bara spila allt öðruvísi handbolta. Hvernig getur þau lýst kannski í nokkrum fáum orðum mununum á þessum tveimur liðum? St. Rafael var svona, þar voru mikið sleggjur, margir yfir 2 metrar sem gátu skotið á 10-11 metrum og voru kannski ekkert svakalega góður 1 og 1. Það þurftu að fara helviti langt út í á til að reyna að klukka þá. En núna erum við að mæta svona lágvaxnari liði, miklu svona þéttari liði, betri 1 og 1 og svona með fleiri kíló utan á sér og samanskapi hraðari bolti. Þannig að þetta er svolítið skandinavískur meiri handbolti sem við fáum að sjá í dag, enda tvölið frá Skandinavíu. Mér skilst að Matti sem er bestu mætingun og æfingar ennþá þó hann sé hættur að keppa, hættur að spila með Haukunum. Ég er reynda með frjálsa mætingu. Já. Sem hefur ekki verið áður í góða mætingu. Þess vegna er ég með 100% mætingu. Ég mæti því ég nenni. Einhverjar spurningar vangaveltur, Matti, til Gunna? Nei, það er bara spurningar, er ykkur svona leikmenn sem þið ætlaði að setja ekstra fókus á, eitthvað sem þú séð? Þeir eru með frábæra línumann. Hann er hrikalega sterkur og erfiður og þeir leita mikið að línunni. Svo eru við með Jesper Konradsson, sænskur landsliðsmaður á miðjunni. Hann er bara frábær og við þurfum að þétta vel í kringum hann. Það verður erfiðari en anskotin að vera einn á móti honum í allan dag. Við þurfum að þétta vel og hafa góða hjálpavörn á móti honum. Þannig að við þurfum að stoppa hann. Magnús Pörsson er mjög öflugur. Daginn var hann með 13-14 mörk í deildinni leik og hann er að koma frá Gúmisbakk og góður leikmann líka með sænska leiki með landsliðinu í Svíum og
hann góður og svo hennar leikmaður að koma tilbaka meiðslum sem ég hef ekki séð mikið. Felix Klar, nr. 7, vinstri bakvörður, fæddur 97, það mjög spennandi strákur og flottur en hann að koma meiðslum, ég ger mig ekki alveg grein fyrir hvort hann verður eitthvað mikið með henni í dag en þannig að þeir eru bara mjög góða hornamenn, fljóta fram, góði slúttarar og típiskan sænska markmann sem óánægður að hann ekki 40–50% varið. Það kannski sem vorum að tala við Binna áðan og tala hornamennina sko, það séu kannski sénstátt fyrir okkur ef þeir eru að stela metrum. Það þessi langa sending frá skittunum niður í hornin, frá miðjumönnum niður í hornin. Og sér það líka að vinstri hornamenn eru báðir yfir 1,90, þeir eru hávaxnir líka og góðir slúttarar. Þetta eiginlega eins og við segjum bottom line að þetta bara hörku gott lið sem við erum að spila á móti, lið sem á toppinum í sænsku úrvalsdeildinni. Þetta bara frábært verkefni að takast á við, þetta bara forréttindi að fá að spila við þetta lið og matcha okkur við eitt af bara betri liðunum í Skandinavíu og þetta drauma verkefni og við höfum bara núna að nýta mómentið og njóta þess að spila henni í dag og gera allt sem við getum, fá upp þessa geðveiki sem við þurfum varnarlega og taka vel á móti þeim og sýna þeim að það hafa mörgli lent í vandræðum að koma til Íslands að spila í Evrópukeppninni og Haukarnir hafa unnið marga góða sigri hérna í gegnum árin og það svona yfirleitt á svona dögum sem að liðið spila sem best og við gerum það til að mynda í fyrra. Þá held ég að við spila svona einn okkar besta leik á móti Sant Rafael og ég vona bara að fáum svipað frammistöðu í dag. Hvernig staðan á leikmannahópnum? Allir með sem eru þar að segja heilir og voru heilir, hafa verið heilir? Já, allir með og meira þess að við erum auka sæti núna í hópnum, það eru 16 hérna, við erum með Tjörva í hóp. Já, ég hjóðum þetta eftir hérna á hann. Hugmyndina bak við það við erum bæði að fá fleiri leiðtoga inn í hópin. Við mistum svolítið að leiðtogum með Matta og fleirum og sama skapi eigum við von á mjög erfæri vörn til spila mjög góða vörn og við þurfum að hafa svolítið fókus á að reagera á hvernig þeir munu spila vörnina því að hún breytileg. Tjörfi hefur verið minn þjálfari inn á vellinum og leikstjórnandi. Les náttúrulega varnir mjög vel. Hann mun vera með það verkefni að aðstoða Janus með svolítið fókus á sóknarleikin og aðstoða Janus og þá mig með að koma aðeins með að hjálpa okkur með að stýra sókninni og halda fókus. Janus svona típa sem fyrir margar árásir og ræðst mikið inn í vörnin og getur orðið fljótt þreyttur. Það er gott að hafa mann á bekknum sem getur hjálpa honum að stýra sókninni og passa það að við séum að stilla rétt upp og halda aganum. Stórir og merkilegir 8 dagar framöndan, það er að segja talið með deginum í dag. Það Alingsås heima í dag, FH og Hafnarfjarðarstafur á miðvikudaginn og svo úti næstu helgi á móti þeim aftur, það er þessi útileikurinn. Þetta er ekki ástæðan fyrir að menn eru í þessu. Ég er svona að hvort ég fæ ekki smá samviskupið í Matta. Þetta er bara frábær vika framöndan og við leggjum bara mikið metnað og mikið uppur að taka þátt í Evrópukeppninni og sama skapið maður hefur að lesa hans með Alingsås og þeir leggja mikið metnað í þetta líka og alltaf sem langt í þessari keppni til að mynda, ég veit ekki hvort hann hefur sagt okkur þjálfarinn, hann mætti til Grikklands og horfði á okkur og sýnir ákveðin metnað og ég veit að þeir eru búin að undirbúa sig vel fyrir þetta og ætla sér langt í þessu og þannig að það mun reyna okkur í dag og þetta verður erfitt en hrikalega skemmtilegt. Bara síðasta spurning, taktískt svona fyrir handboltanördarna sem eru að horfa. Hvernig ætlar að nálgast leikinn taktískt? Byrjum fyrst varnarlega og svo sóknarlega. Svona varnarlega ætlum við að passa okkur að verða ekki of aftarlega. Við ætlum að vera svolítið aggressífir innan punktalínu og komast í kontakt við þá. Og vera allt í kontakt við þá og vera góður að hjálpa líka þegar við komum 1 og 1. Við erum í kontakt og erum að mæta með 8–9 metrum. Þá hefur það geta verið klókir að koma og hjálpa og negla þá. Þannig ætlum við vera svolítið fasti fyrir varnarlega og komast í kontakt við þá. Og sóknarlega ætlum við bara að fá okkar svona tempo og okkar flot í leikinn. En svona sem ég legg svolítið áherslu á að við verum agaðri núna en alltaf áður. Ok, við erum kannski þekkti fyrir góðan aga en hingað til höfum við komið svona kapli í leikjónum sem við höfum mist kannski aðeins agan í nokkra mínútur. Og ef við gerum það í dag, þá getur leikurinn klárast á einhverjum 5 mínútna kafla auðvitað, sko. Gunni minn, bara gangi ykkur allt í haginn. Takk fyrir að gefa þér tíma í spjall og svo hittustu eftir leik. Það held ég. Þetta var Gunnar Magnússon og það byrja að tínast fólk í húsi, Matti. Já, áhverju byrja að mætast og sýnist vera alveg fullt af svíum. Já. Komnir upp í hérna, svo í VIP-inu á hann. Fáum betri yfirsýn yfir völlinu eftir. Aðeins svona til að taka smá svona samantekt að því sem að Gunnar er að segja. Hann er alveg á hreinu. Hann leggur gríðarlega mikið upp úr því að fá fyrst og síðast frammistöðu hérna í dag. Já, en svo var að tala líka
sko fækka slæmuköflunum, það sem fókusinn dettur kannski niður. Það er sérstaklega eins og á móti svona liði og í svona keppni það sem hvert mark telur. Þá getur verið rosalega dýrt að missa fókus í nokkra mínútur og missa leikinn á höndunum. Sérum svo í fyrra, við erum að spila á Ítalíu, förum áfram á útivallamarki. Það telur nefnilega rosalega mikið í þessari keppni. Og svo þetta líka þannig auðvitað komin á þetta stig keppninar að það spila núna heima, svo spila heima næstu helgi. Það væri rosalega gott og sterkt að geta farið út með það í huga að þetta sé ennþá inn í og þetta sé leikur. Já, klárt mál. Já, sama gerist í fyrra móti San Rafael. Við förum hérna... Jafntefli heima í fyrra. Já, við töfum einu hérna. Nei, já, fyrirgefðu, já. Það kom einu sér 30 metra skitt og ég var á seinna út í hann. En já, við förum, þá var þeir kannski koma heim með smá vannmann. Það var svona tækifæri fyrir okkur. Það var ekki oft sem maður hefur farið úr svona leik og verið bara rosalega fúll að ekki unna. En maður var í fyrra alveg hundfúll að hafa allaningin á jafntefli. Þannig segir, við þurfum að tala um þetta. Hvert mark telur í þessari keppni og þegar það spila heima á heimann. Held ég, við skulum bregða okkur í örstutt auglýsingarhlé ef að tæknimennirnir mínir á staðnum. Yes, tökum við smá auglýsingar og svo komum við eftir bara örfá mínútur og þá verður vonandi Aron Kristjánsson kominn til okkar. Ekki fara langt. Omar Gunas verður aftur kúlinu og það er komnir til að vera, dæmdir til að vera mestir. Fólk skal alltaf hvetja þín elsku vinur, sorry skýna þessi rauðu verða alltaf bestir. Haukar verða alltaf bestir. Haukar verða alltaf bestir. Og hann gerir það, hann jafnar leikinn 25. Ekki lengur lítið fugl, ekki lengur þetta rugl, hinir fá að svitna í dag. Við tökum hvaða lið sem og sjáum hvernig fer, því handboltinn er okkar þar. Við erum komnir til að sigra, komnir til að vera, dæmdir til að vera mestir. Og þú skalt alltaf hvetja þín elsku vinur, sorry Stína þessi rauðu verða alltaf bestir. Og Birgir Ívar er og nú það hraðleik og Jakob maður og hér er Andri Stefán og hann að jafnar leikinn að jafnar 27-27 þeir ná jafnteflið að klára gegn Barcelona. Ég skal segja ykkur það, þeir eru búin að ná stigi Geir Sveinsson, þetta er frábær frammistaða.
Flott, þá höldum við áfram hér á Hauka TV og ég hef nú heldur betur komið með góðan gest, Aron Kristjánsson, velkominn. Takk fyrir það. Þú ert auðvitað öllum hnútur kunnugur hér á Ásvöllum og þjálfaðir þetta lið í mörg ár og svona náttúrulega sjálfsögðu landslið og ert að þjálfa í Álaborg í dag. Já. Og hefur byrjað tímabilið bara mjög vel, gengið mjög vel hjá okkur upphæði móts. Já, mjög vel. Við erum búin að spila 6 leiki, 5 leiki í deild og 1 í bikar og unnið alla, þannig að það er bara, getur ekki verið betri byrjun. Nei. Hvað getur þið sagt okkur um þetta aðlingsóslið sem Haukarnir er að fara að spila á móti í dag? Þetta er nokkuð gott lið, eitt af sterkari liðunum í Svíþjóð. Það getur sagt að Kristianstad sé það lið sem er með mesta peningin og er hvað stærsta félagið en Alingsås hefur verið að fá ótrúlega mikið út úr þeim, því fjármagni sem þeir hafa milli handana og tekið titil núna 1000 sinnum á undanförnum árum. Þannig að þetta er gott lið, þeir eru með mjög snögga hornamenn. Þeirra svona aðalsmerki eru hraðaflöpin, þeir keyra mikið í bakið á anstæðingnum og svo eru þeir með svona nokkuð sterkar leikmenn eins og Jesper Konradsson sem er miðjumaður í sænska landsliðinu og er klókur leikmaður með góð skot á gólfi, vinnur vel með línu og góður að klippa skipturnar uppi og svo er nýbúinn að koma með leikmaður sem heitir Magnús Persson sem er verðfenn skipta. Kom frá Gúmersbakk? Frá Gúmersbakk og hann er mjög vel spilandi leikmaður, spilar með horni, spilar með línu, er svona góður þegar hann kemur inn fyrir punktalínu. Hann er engin stórskipta þar að segja og erfið leikum þegar hann fyrir utan punktalínuna en fyrir innan punktalínuna þá er hann stórhættulegur og er svona góður í samspili við hina, er búinn að skora mikið á mörkum hjá þeim í sænsku deildinni. Og svo er ég nú með leikmaður sem ég held að sé búinn að vera meiddur hérna auðvitað, Felix Klar, ungu leikmaður, vinstra megin fyrir utan, sem er mjög sterkur, er með gífurlega sterka vinstri hægri fintu og góð undirhandarskot. Til dæmis þegar ég var að þjálfa Kolling þá mættum við Alingsås 2 sinnum í meistaradeildinni og við áttum það í eitt að svona snemma í riðlakeppninni og mættum við útivelli og Kim Andersson sem er svona þjóðhetja í Svíþjóð. Það var nú ekki mikla virðingu fyrir liðið sem fara að spila við, svona ungir Svíjar og svona, ég held að þetta er nú létt en við fengum heldur betur erfiða leik í Svíþjóð, þá við unnið með einhverjum 4-5 mörkum í lokin að þá var það erfiður leikur og þessi Felix Klar, hann tók Kim Andersson 3-4 sem í byrju leiks og fintaði hann vinstri hægri, þannig að Kim Andersson sagði við mig eftir leikin í gríni, Aron, hver var það aftur sem var svo góður í vinstri hægri fintinni? Þannig að þá var hann búinn að slíta hann aðeins. Það er, svona áður við kannski ræðum aðeins betur Haukana á það sem þeir þurfa að gera til að ná í punkta hérna í dag. Það er leikmaður í Haukaliðinu sem heitir Darri Aronsson. Já. Sem ég held að þú kannist nú aðeins við. Hann lítur að byrja inn. Hann lítur að byrja inn, fyrir þá sem ekki vita það sonur Arons. Hann er gríðarlega efnilegur og mikið tala hann hérna í Haukunum sem framtíða leikmann og svo framvegis. Það sem ég langar að vita, hvaðan fær hann það að vera næst í 2 metrar á hæð? Getur þú útskýrt það fyrir okkur eitt skipti fyrir öll? Ég segja að pósterinn í Skjern hafi verið svo hávaxinn. Við byggum í Skjern þegar það fættist. Það er semst í föðurættina mína þá er þessi hæð. Faðir minn, líffæður minn, hann var 1,96 og spilaði hann líka handbolta. Þannig að hann fær hæðina þaðan, amma er hávaxinn líka. Ég hef svona hæðina meira á móðurættinu. En hann hefur fengið það og hinir strákarnir minnir tveir virðast líka verða hávaxnari en ég, en hann hefur allan svona svolítið lengja og sem hendar vel fyrir skyttu og þrist í vörninni. Hvað þurfa Haukarnir að ná að kalla fram í sínu leik í dag til að getum við bara tölum bara hreint út til að eiga break hérna í dag? Hvað þurfa Haukarnir að ná að kalla fram í sínu leik? Í fyrsta lagi þá er þetta sænslið, við erum ekki að spila hérna við einhverja þýskt stórlið eitthvað slíkt, Haukarnir eiga séns og þeir hljóta að fara inn í þetta verkefni með að vinna heimaleiki, það bara hlýtur að vera. Og ég myndi segja að varnarleikurinn er gríðarlega mikilvægur, að við það er svona tvent í þessu, standa þétt varnarlega á hann Jesper Konradsson, hann sé ekki að koma of nálægt, loka hann í klippingum með skiptingar, saman með Magnús Persson, þrýsta hann í skot utan að velli og svo kannski aðal lykilatriði í þessu, það er að gera lítið af mistökum, því að Alingsås eru gríðarlega fljótir að refsa í hraðaflöfum og það byrjar eiginlega þegar þú hefur boltan. Þegar Haukarnir eru komin með boltan í hendurnar þá þurfa þær að spila mjög agar, bæði í hraðaflöfunum, refsa þegar hægt er en ekki taka of mikinn séns þannig að þeir geti stillt upp í sóknina og svo sóknarlega þá þurfa þær
að leyfa Alingsås að gera mistök í vörninni. Það lið svona, þeir eiga til að koma sér aðeins út í stöðum við svæði í vörninni hjá þeim. Þeir eru veikir fyrir á nokkrum stöðum varnarlega. Örfindi leikmaður Magnús Persson ekki sterkur varnarmaður sem góður sóknarmaður. Þeir eru með sterkan markmann, en með því að spila lengi og gera lítið af mistökum, þá geta þeir þrýst Alingsås í að fara að taka fljótar ákvarðanir í sínur hraðarflugum, þannig að þeir fara að gera mistök og þar liggur lykillinn þetta. Þín skoðun á því sem ég var að spyrja Gunn át í áðan að þetta tímabilið hefur náttúrulega ekki byrjað eins og menn kannski áttu von á eins og sagt með Haukana þar að segja og frammistaðan verið svona upp og ofan. Er ekki einmitt þessi tímapunktur núna? Er þetta ekki fullkomið að fá svona leik að þessari stærðargráðu núna? Jú, bara frábært fyrir það. Við geta mælt sér við Alingsås og ég búinn að sjá Haukalinn, búinn að sjá marga leiki með byrjun ás og mér fannst þetta liggja svolítið hugafastlega. Það er að segja, þeir eru búin að vinna núna, þeir eru búin að vinna titilinn oft en ásöldum síðustliðin 15 ár en mér var svona aðeins kannski ofmatað í getu og vanvirðingu handstæðingum. Það er svona halda þetta bara komi og þetta reddast ekkert í seinna. Það er ekki svona. Þetta bara snýst um að þeir þurfa að leggja sig 100% fram í hvert skipti. Öll liðin vilja vinna þá og deildin jöfn. Það eru mörg jöfn lið þó að sé kannski hort á Hauk og IBVF sem sterkustu hópana að þá þegar þeir slaka á þessi lið þá vinna hinnir á góðum deg. Takk fyrir að gefa þér tíma. Gangi allt í hæðinni Álaborg í framhaldinu. Takk fyrir spjallið. Það held ég. Þá köllum við hingað Matthías Árna Ingimarsson aftur. Hann gengur hér í öll hlutverk kallinn. Það er bara svoleiðis. Við erum alveg onn og allt í góðu, er það ekki? Yes, flott. Já. Matti, við skulum renna aðeins hérna, rennum í sammenningu aðeins yfir leikmannahópanir. Svo Gunni kom inn á áðan að það eru 16 leikmenn á skýrslu í þessari Evrópukeppni. Já, það er 14 heima, 16 í Evrópukeppni. Já. Hjörvi Þorgísson, Janus Daði Smárásson, Adam Haukur Bámurúk, Brynjólfur Brynjólfsson, Þórður Rafn Guðmundsson, Elías Már Halldórsson, Guðmundur Árni Ólafsson, Heimir Óli Heimisson, Daniel Þór Ingason, Einar Ólafi Vilmundursson, Darri Aronsson, Brimi Björnsson, Jón Þorbjörn Jóhansson, Andri Heimi Friðriksson, Hákon Daði og Gíturíus Morkunas. Þetta er bara as expected, eins og maður segir. Þetta er náttúrulega bara liðið sem spilaði síðasta leika móti Akureyri fyrir utan Tjörvi kemur hann inn og Darri. Darri er ekki að fara að spila sem fyrsta Evrópuleik. Já. Ég var að spyrja pappa hans hvað hann held að hann fengi hæðina. Hann sagði að póstberinn í skjærn á sínum tíma er mjög ávaksin. Nei, það er tekst úr honum núna síðustu árin og hann er bara mjög efnilegur og áttur að vera flottur leikmaður. Já. Við ætlum að við kannski förum betur yfir bara Alingsås byrjunarliðið byrjunarliðið og svo leikmannhópinn bara þegar við tillum okkur upp í lýsingu í þessu leik. Það styttist heldur betur í þetta, það eru 10 mínútur í leik. Það eru 10 mínútur í leik, fólk er farið að streyma í húsið og leikmenn komin inn í klefa. Haukafattur inn í klefa, við fáum hvað kallið þið þegar ljósasjóið er og er ekki kallað eitthvað ásvöldin þegar leikmenn eru kynntir inn undir ég kaupi þetta eitthvað á hann. En það er allavega, það verður slökkt ljósin þetta verður alvöru sjó eins og er á Evrópuleikjum og í úrslitakeppni, þannig það verður bara gaman. Það verður snill. Ég held að við, Matti, segjum þetta gott hérna í bili, tillum okkur upp til að gera okkur klára í lýsinguna á leiknum. Við hleypum bara að örfáum skilabóðum hér áður en að við komum svo inn í útsendingu aftur þegar leikmenn verða kynntir inn. Takk í bili. Omar Gunas fer aftur kúlinu og það komnir til að vera, dæmdir til að vera mestir. Þú skalt alltaf hvetja þín elsku vinur, svo ristina þessi röðu verða alltaf bestir. Haukar verða alltaf bestir. Haukar verða alltaf bestir. Haukar
25. Ekki lengur lítið fugl, ekki lengur þetta rugl. Hinir fá að svitna í dag. Við tökum hvaða lið sem og sérðu hvernig fer. Því handboltinn okkar þar. Við erum komin til að sigra, komin til að vera, landin til að vera mestir. Og þú skalt alltaf hvetja þín elsku vinur, sorry Stína, þessi rauðu verða alltaf bestir. Og Birgir Ívar er og nú það hraðleik og Jakobaðir og hér er Andri Stefán og hann næla jafnar, leikinn að jafnar 27-27. Þeir ná jafnteflið að hvað gegn Barcelona. Ég skal segja ykkur það, þeir eru búin að ná stigi Geir Sveinsson, þetta er frábær frammistaða. Halló. 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 Flott, þá erum við mættir aftur. Matti, það styttist heldur betur í þetta að vera að kynna liðin hérna til leiks. Við vorum búin að fara yfir leikmannahóp Hauka í þessu leik, þannig að það kannski ekki úr vegi that we switch to English now for a few seconds because we're gonna read up the group of the players from Alingsås playing the game today. And we have number 1, Ríkard Frisk, number 2, Markus Enström,
Number 3, Daniel Thelander. Number 5, Max Starr. Number 7, Felix Klar. Number 10, Jesper Konradsson. Number 11, Fredrik Thiel. Number 12, Erik Pettersson. Number 14, Magnus Persson. Number 17, Pontus Johansson. Number 20, Emil Fred Öfors. Number 21, Johan Nilsson. Number 22, Tobias Sandberg. Number 23, Oskar Bergdahl. And number 24, Anders Alfredsson. And the coach, of course, is Mikael Fransen. So, just a quick reminder to everybody watching in Sweden that we have about 3-4 minutes now until the game starts. So hopefully we're going to have a good game, good competitive game. And we wish, of course, Alingsås all the best in this game. Held ég, þá maður búinn að, ég á dauða mínum átti ég von, en að ég myndi fara með hérna norsku, ensku og íslensku í sömu lýsinguna, þetta er aldrei sérstakt. Það ágætis blanda. Það lefum bara þessum myndum að lifa hér, það verið að klára að kynna liðin. Mattias, það við erum að klára að gera allt klárt hér fyrir þessa útsendingu, kæru áhorfendur. Það er þannig þegar við erum að skipta hér á milli kamera og fleira, þá eru tæknimenn okkar hér á fullu að reyna að skila þessu eins vel og faglega og hægt er. Þeir eru í mér núna. Já, nú er Matti kominn inn, en ég myndi kannski vilja fá að heyra aðeins hærra í honum ef það er hægt. Er þetta að hækka volum á Matta? Ég kannski bara tala aðeins hærra. Bara tala aðeins hærra kannski? Já, það ekki bara. Jú. Hanna, Matti, nú erum við komin, þú heyrðir mér. Heyrðu vel yfir. Já, flott. Það er allt orðið klárt. Það er alltaf verið klárt. Mínúta í leik. Já. Við erum með norska dómara hér sem að heita Lars Jörum og Håvard Kleven. Og franskan eftirlitsdómara sem heitir Christian Johansen. Hann er reynda frá Færeyjum. Nei, Færeyskur, ég er fyrirgefið, FAR. Ég byrst afsökunar þessu, það er hárrétt hjá Matta. Það er sjálfsögðu frá Færeyjum. Hér er verið að horfa okkur í Dubai. Það er verið að horfa okkur í Dubai. Það er verið að horfa okkur í Dubai. Það er ekkert annað. Nei, hann er í Katar. Í Katar. Björgvin Þór Holgersson. Já, Björgvin Þór Holgersson, já. Hann er að horfa á leikinn. Já, það er, eigum við ekki bara að hvetja, Matti, alla sem er að horfa, sama hvað þeir eru staddir í heiminum, að vera duglega að hérna senda inn á Twitterið. Endilega, Haukar handbolti. Haukar handbolti og hashtag handbolti og hérna. Endilega hafa samband við okkur. Endilega hafa samband við okkur. Ef við Matti erum að fara með einhverja bölvaða þvælu eða eitthvað, þá látið ykkur heyra. Þetta er heimilislegt hjá okkur strákunum. Það er alltaf verið til reiðu og við skulum líka sjá hann Einar Pétur. Já. Fór núna frá Haukunum, hann er að fara að spila sinn fyrsta held í alvöru leik með EF Guðrúni í Kaupmannahöfn. Já. Fann sér nýtt flott félag þar sem ég hef nú spilað með líka og margir aðrir Íslendingar sem hafa verið við nám í Kaupmannahöfn eða vinnu. Óskum honum að sjálfsögðu allsins besta í þeim leik. Ekki sem okkur spurning. Það er Aron Rafna segir mér að tala hærra, hann er í Þýskalandi. Þetta er hann kemur óvart að enginn skuli minnast á það við mig. Það þarf alltaf að segja mér að lækka sko. Jæja, Matti, það er þetta nokkuð hefðbundið byrjunarlið hjá Haukunum. Sjáum að Hákon Daði, hann er hér að koma inn á, hann byrjar hérna í vinstra horni, Gídrís byrjar í markinu. Svo er þetta Janus Daði, Adam Haukur Bámrók, Guðmundur Ólafsson, Daniel Þór Ingarsson og Jón Þorbjörn Jóhansson. Þetta er byrjunarlið Haukana, nokkurn veginn eins og við máttum með á von á. Já, þetta er náttúrulega bara eins og ég. Þetta er sama byrjunarlið á móti Akureyri núna á miðvikudaginn. Þannig að það kemur nú ekkert á óvart þarna. Danni fer í varnarskiptingu við Ella. Já. Við erum með stuttaskiptingu núna í fyrri hálfleik. Já. Langa í seinni. Já. Nákvæmlega. Það er svona með stuttaskiptinguna kannski séns að keyra aðeins meiri hraðaflöp núna í fyrri hálfleikum. Já. Danni beint út af og Elli upp hægri vænginn. Já. Það verður vonandi að það takist. Byrjunarliði hjá Alingsås þannig að Daniel Thelander, hann byrjar í vinstra horni. Inn á línunni er hinn
Já, Max Darge, veit ég hvernig ég á að bera þetta fram, Matti? D-A-R-J, það verður að hafa það. Pontus Jóhansson í vinstri skyttu, Jesper Konradsson á miðjunni, Magnús Persson í hægri skyttu sem kom að spjalla við okkur áðan og Markus Enström í hægra horni. Markinu síðan Ríkard Frisk. Held ég, þá þetta komið á stað. Þetta frábær hreyfing. Já, það sjáum við, það verður aðeins svo mikið pláss þarna. Bil á milli manna, Adam að fara þarna út, Nonni komin yfir og skilar svolítið mikið pláss eftir fyrir Danna og aðeins og sett þarna. Það var flott finta hjá Svíjanum. Já, þeir ætla að byrja þetta á miklum krafti. Það nokkuð ljóst. Elias, eins og þú segir, kom inn á hér auðvitað í sóknarskiptinguna. Spila sóknina fyrir Daniel Þór. Þá hefja Haukarnir sókn. Alingsson strax komið einu marki yfir. Adam Haukur kemur í klippinguna upp með skot. Það var laglegt. Glæsilega gert í Adam Hauk, kom hann í þessa júkkafæslu og neðdi þessum upp í skeytin. Nonni náði að binda þristana hjá þeim hann niðri, þeir komast ekki út í Adam og ef maður fær að fara upp svona á 9 metrónum þá er það mikilvægt fyrir Adam að byrja vel. 1-1 staðan og Alingsson koma hér í sína aðra sókn. Taka sama kerfi og áðan, þetta er yfirleitt kallað Kairó, Matti. Þetta lína hjá okkur Haukunum. Já, lína já. Aftur sækir hann í sömu 50, já þetta er betra. Þetta mætti Dannanum vel. Já. Það þurfa þær að gera, þeir eru bara að koma á þá, sérstaklega að koma svona ferð að taka smá frumkvæði og ná að negla þá. Nákvæmlega. Stoppa flotið á boltanum. Gott brot hjá Daniel. Sáum líka hérna Janus náðu að stoppa, línan kemist undir. Já. Þannig að það í stuttan. Kemur Jesper Konradsson. Já, Haukarnir eru fastir fyrir núna. Já, góð vörn. Góða varnarleikur. Já, Nonni nælir sér guldspjald. Nonni virkar í hörku formi, Matti. Já, hann er búinn að vera í mjög góðu formi og æfa vel í undanúrslitunum og í sumar. Já. Fínt líka Heimir byrjar að spila aftur, þá er svona fleiri tækifæri fyrir Gunnar þess að hvíla Nonna, gefa honum nokkra mínútur hér og þar í báðum hálfleikum. Nákvæmlega. Þetta er bara, ok. Bara lína. Já, maður hefði haldið, hversu hlutræðir eigum að vera í lýsingunni? Bara eins hlutræðir og við getum orðið, held ég. Ok. Við höldum ekkert með Svíjónum. Nei, alls ekki. Hún hlýtur hendina eiginlega að fara að koma upp og það hafi verið komið gult spjald hérna. Þetta er löng sókn, rúm mínúta. Magnús Persson, frábær varnarleikur. Nonni og Janus taka þarna. Já, og rekkaður á eftir þeim. Þeir eru greinilega að gefa sér góðan tími í þetta. Hlýtur bara hendina að fara að koma upp. Já, hérna kemur hendin. Nú þarf að byrja að tellja sendingar. Já. Einn komið þarna. Já. Adam fær gull fyrir smá. Pontus Jóhansson hérna vinstra megin sem skoraði fyrsta markið þeirra. Jesper Konradsson sækir væntanlega hér á. Klippingi fyrir Magnús Persson. Þetta er aft. Já, lína. Lína var langt að teg. Þetta ætti að vera spjald allan á mannin. Hvað ætlar hann að gera núna? Ætlar hann að stoppa leikinn og hleypa sjúkraþjálfaranum inn á eða hvað? Ef ekki þá myndum maður bara vilja fá hann að leik í gang og halda áfram. Það er nú alveg, hann hefur fengið eitthvað högg hana. Andlitið, hvort það er í því. Matti, frábær vörn. Já, þeir eru mjög aggressífur og eru að láta Svíjarna finna fyrir því. Já. Kannski ekki, Svíjarna er ekki sáttið með það. Nei. Þetta er eins og þú þannig þekkir, þetta er þolinmæðisvinna. Þetta var vel gert hjá Haukunum að klára þetta með, fengu þarna 2 gul spjöld sem er bara flott. Já, það er bara líka það að finna línuna, hvar línan liggur hjá norsku dómarum, hversu hart menn með að ganga fram og fylgja bara þeirri línu. Hér tekist vel á, ég ánægði með þetta. Við ætlum að fá hérna, það verður hart barist í þessu leik. Já, þetta verður hörku leikur síns með á þessu fyrstu mínútu. Já. Hallgrímur Adam í klippinguna eins og áðan. Aftur upp á Elías Már. Janus Daði. Adam upp í lofti. Já. Ok, fríkast. Þannig að munnaði litlu. Það var fín hreyfing. Það var vantaði kannski, ég veit ekki Matti, var sendingin eða mátt vera aðeins betri þarna hjá Janusi til að Jón Þorberg það ekki náðu þessu. Já, það var nú sendingin frá honum Adam, en það var þarna fyrri sens, sá ég að Janus hefði getað potað hann inn á Nonna. Hann var að opna vel fyrir hann og Nonni með mannin í bakinu eins og hann vill hafa þá. Þannig er að fá hann á línunni. Já. Þannig, endur áfram hérna.
Nonni í miklu slagsmálum að þeir ná. Það hefur verið að rífa 9 treyjur hans. Hörður þetta væntanlega ekki sáttum með það. Hún er andum búningarna sína. Það er Adam. Ok. Nú er að skila sér tilbaka, drengir. Já. Þetta var bara fótur. Flott. Janus Daður óvar, Hákon Daði segir óvar þetta niður. Þarna nær hann að fara út í Adam og trufla hann í skotinu. Maður sáu hvað þetta er mikilvægt að menn skilir sér heim. Við ræddum þetta í aðdraganda leiksins að þeir refsa alveg miskunnarlaust síðan þeir mikilvægt fyrir Haukana að skila sér tilbaka. Það er líka eins og maður sjá með þetta sko að markmaðurinn kasta þannig sér bara blindandi fram. Hann veit bara þarna eiga hornamennir að vera hvort sem að kasti í hægra eða vinstra horni. Aftur sækjaði núna. Þetta er Magnús Persson. Hann skorar. Þarna er að sendingi sér klikkar og þeir refsa okkur hæl. Janus Daði með fullt af plássi. Nú vil ég bara fá skot. Það var laglegt. Nú er að snúa, drengir. Þetta tekur allt og langan tíma að skila sér tilbaka. Adam nælir sér í 2 mínútur. 2 mínútur. Þetta er ekki nóg gott, Matthías. Akkur eru menn svona lengi að skila sér tilbaka og snúa hérna? Setja bara smá spurningamerki við þessa miðju. Já, ég getur hendur alveg tekið undir það en engu að síður. Bara koma sér tilbaka og gera sér klára í að spila vörn. Þetta var gott mark á Janusi. Mikilvægt að fá hann í gang hérna strax. Já, Janus las þetta vel hann. Þeir voru bara niður á 6 metrar og það var að gera mæta og dundra yfir hausuna þeim. Já. Alingsós eina leikmanni fleiri núna. Jesper Konrádsson með sendingunir í hotn. Þessi er út af það hvað? Nei. Brota. Já, vel gert. Fínt. Að gera stoppa allt tempo hjá þeim í sókninni, sérstaklega einum færi. Aftur sækjaðir Pontus sendingunir í hotn. Já. Fínt. Þetta nú. Gunni að taka markmann Gíturus út af. Já. Spila 6-6 sókninni. Talandi að það sé mikilvægt að hafa að snúa og gera sér klára. Daniel Þór vinstra megin. Elías Már. Já, stöngir. Það var laglegt. Glæsilegt. Snúa. Já. Þetta er betra. Nú komum við tilbaka. Haukarnir konur yfir 3-2. Já, flott vörn. Glæsilegt. Jón Þórbjörn, hann er klár í þetta í dag. Það er alveg á hreinu. Svíjarnir eru að keyra þann upp að Markus Enström, hann er að koma hérna og keyra á miðjuna úr horninu. Þetta er Nonni óneðarlega. Já. Þetta var leikmaður númer 10. Þetta var leikmaður númer 10, Jesper Konrádsson sem skoraði þetta mark, sænski landsliðsmaðurinn. Staðan 3-3, 18 sekúndur í að Haukar fái sinn 7. mann inn á. Það er mikilvægt bara að spila hann inn, Matti, og fá bara Gítur í þessu markið. Leikur ekkert á 10 sek, leifa bara Kokka að koma inn. Daniel Þór, sækir á markið, klipping fyrir Elías Má. Janus Daði, það var laglegt. Lokkinn. Haukarnir aftur konur yfir, 4-3. Þetta er rauningur, já, rétt. Við erum ánægðir með þetta, Matti. Janus Daði með sendinguna fram á Guðmund. Glæsilega gert. Það var NFL sending frá Janusi. Já, þetta er frábært, glæsilegt mark. Staðan 5-3 fyrir Hauka. Við sáum Matti hérna á þessum fyrstu mínútum, þeir eru svolítið passífir varnarlega, þeir eru ekkert að sækja mikið út. Nei, Svíarnir eru svolítið neðarlega. Það er alltaf bara veistla fyrir Adam, Janus og fleiri. Já, þeir eru að gera fyrir okkur að nýta okkur þetta. Já. Það er spurning hversu leikið þeir verða að kveikja og breyta aðeins varnarleiknum sínum og verða aðeins aggressíveri. Já. Sjá hvað setur nú. Magnús Persson, já, Jesper Konrádsson. Þetta er fín vörn. Þetta er fín færsla. Já, mark, gott. Þá bara að setja í gang. Gíturus Sport Kúnas. Æjæjæjæjæ. Ok, þá er bara að snúa og gera sér klára. Það voru menn kannski að flýta sér aðeins og mikið. Það er einhver að taka boltan. Já. Áfram höldum við. Það var góð vörn þarna, fín færsla. Þó að Nonni hefði opnað sér aðeins þarna hjá Adami, þá náði Nonni aðeins að koma að henda boltan þarna. Já. Bara hérna
byrja bara vel. Haukavörnin, þeir eru bara aggressífur og flottir. Sérðu? Já, alveg greinlegt að Svíarnir ætla ekki að fá neitt ókipis. Nei. Guldspjald á Janus Daða. Þá eru konar hvað, það eru komið 3 spjöld, þannig að næsta brot er bara 2 mínútur, ekki? Adam náttúrulega kom með 1-2. Já, hann var alltaf því að hann kom með spjald, var það ekki? Jú. Ok. Jesper, sendingun á Magnús Persson, hann sækir á Janus. Jæja. Þetta var vel gert. Já. Hann var á loftinu. Það var vel spilað. Þeir eru að vinna mikið í þessu mati, þeir eru að sækja mikið 1 og 1, þeir eru að fá kontakti og næsta mann til að taka skrefið og þá kemur snögg sending og þessi Jesper núna fer bara á fyrsta tempo upp í skot. Já, og ef hann fær ekki boltinn yfir þá getur verið að lína sér frí hjá þeim. Já. Þeir eru svona að reyna að teygja Haukavörðin í sundur. Já. En hún er nú verið að standa þetta ágætlega. Já. Bara Janus herri býtur nú við, þetta myndi nú vera guldspjald á, eins og einhver myndi segja, guldspjald í leik. Enda er þetta guldspjald á Magnús Persson. Haukarnir einu marki yfir hér eftir 9 mínútur og 59 sekundur. Við erum að fylgjast hér með leik Hauka og Alingsås í fórkeppni Evrópudeildarinnar. Haukarnir bara byrja þetta bara vel, Matti. Við erum bara að vera ánægðir með fyrstu 10 mínútur og það er mikilvægt að byrja svona leiki vel. Já, það er líka bara nú að þurfa að halda dampi, við erum ekki detta niður. Nei. Það er Janus með fullt af plássi og Elías Már. Ok. Sérðu, kemur fyrsta tempo og hraðaplaup. Mark. Nei. Kærleyslega skotið. Bara blind sending frá markmann, hann veit bara á hóttamönnum sínum þarna. Frábærlega gert á Janus í Daða. Já, æsilegt. Nú er að koma sér Janus Daða, já. Fyrirgeðu Matti, hvað segirðu? Nei, vel gert hjá Janus, það er ræst að náða á og tekur á 1 og 1. Gítrius. Þetta var bara línu þarna. Já. En góð þarna Hákon ákveðin ætlaði að reyna á þessu bolta. Stekkur á hann og stoppar sókninni hjá þeim. Nákvæmlega. Janus Daða byrjaði hennar leik mjög vel, komið 3 mörk hérna á fyrstu 10 mínútunum. Svíjarnir búin að skipta í horninu. Já. Komið inn á númer 20. Emil Öfors. Emil, já. Já, það er Jesper Konradsson. Þarna náður að koma honum inn á hann. Sendinguna. Við erum búin að reyna þetta núna. Þriðja tilraun í hjá þeim og textblokksins. Elías Már fær hérna smá högg. Fær Nonni að pústa smá. Heimir Óli kemur inn. Já. Það er dýrmætt, rosalega dýrmætt að fá Heimi Óla í ganga aftur til að geta einmitt hvíta aðeins Jón Þorbjörn nokkra mínútur. Hann ætti nú að kannast líka kannski við ykkur hérna í Alingsås. Já. Þetta er árið sinn hjá Gjöf í Elskíkstúnu. Já. Kemur Adam Haukur í klippingunum á miðuna. Elías Már yfir á Janus Daða. Janus Daði sækir á. Elías og Adam. Janus Daði! Það var laglegt. Sá er að byrja þetta vel, maður. Það var nú sem þjálfari Alingsås talaði í fyrir leikinn. Þetta var eitt af vopnum hans Janus að þessu undirskot hjá honum. Og Alingsås fyrir markmannin líka, hann sér þennan bolt aldrei. Nei. Það er leikli. Alingsås taka hérna leikli eftir, já hvað er þetta ekki, 11 mínútur? Rétt bara 11 mínútur held ég. Já. Staðan 7-5 fyrir Hauka. Fransinn ætlar aðeins að fara yfir þetta með sínum mönnum. Hvernig meturðu þessa fyrstu rúma 10 mínútur, Matti? Haukarnir er náttúrulega búin að byrja mjög sterkt, sérstaklega varnarlega og er að láta finna vel fyrir sér. Já. Það komið með 3 gul spjöld og það eru konar 2 mínútur og sem er alltaf bara fínt. Já. Það þarf að finna þessa línu, sjá hvað dómarinn er að leifa mikið og bara vera alveg á henni eins lengi og getur. Já, nákvæmlega. Sóknarlega hefur þetta líka bara verið gott, þeir eru að ná að opna vörnina vel og þeir eru að ná að skjóta í rauninni. Flest þessi mörk eru bara að skjóta í gegnum vörnina í rauninni. Svíjarnir hafa verið svona freka passívir á Haukana. Já. Það er að gera, við höldum áfram að nýta okkur það. Sjálfsögðu. En við sáum eins og áðan að einu sinni hérna í sókninni á Haukunum, þá það var léleg sending á Nonna yfir á Adami og Svíjarnir voru fljótir að refsa þá með aflöfi. Já. Þeir reyna þetta alveg miskunnulegt eins og komst inn á, en þetta er bara blindandi sending í rauninni frá markmanni. Bara fram, þegar þeir fá möguleika á fyrsta tempó. Gerir ráð fyrir því að hóttamennir séu, eða fremsti menn séu öðru hverju hóttinu. Já.
kastar hann bara fram. Já. Þetta er náttúrulega... Það held ég. Það var 12 mínútur rúmar, hastakið ekki 11 liðnar þessu leik. Alingsås byrjaði hérna aftur eftir leiklíð og staðan 7-5 fyrir Hauka. Nú er að standa á vörðina, drengir. Ekki bróðs... Já. Það. Jesper. Já, Heimir mætir hann vel hana. Flott. Magnús Persson, Heimir á móti Jesper, já. Flott. Já, Guðmundur Óli. Guðmundur Óli. Oj! Guðmundur Árni Ólafsson ætlaði nú að segja, hann er rákustið saman, hann og Jesper. Við sjáum einmitt, Matti, við vorum að tala um þolinmæði að standa varnarlega. Þeir spila þetta mikið, Alingsås, að þeir róleg sóknaruppbygging, ekkert mikið hraði, línumæðurinn kemur út sem rólegur og svo kemur allt í einu sending og þá kemur hraðabreytingin og alltaf fullt gas. Alltaf fullt gas. Þeir Haukarnir hafa bara staðið vel á móti þessu, hingað til. Já, þeir hafa náð að halda þessu niðri. Já. Þetta er gott lið. Það er ekki nógu góð sending á Gíturus. Skömmið með mann í sér hérna á 50-50 sending. Það er spurning hvort Haukarnir eigi að vera að taka þessa sénsa. Já, maður kannski myndi ætla að þeir myndi taka og þeir eru alveg klárir, sko. Já, vel gert hjá Heimir. Já, frábær varnarleikur. Hann fær hann nú bara í andlitið þarna fyrir. Já. Heimir heldur hann fær hann beint á nefið. Já. OK, ekkert blóð, fær OK á dómarunum. Nú eru Heimir og Nonni saman í þristónum. Já. Janus hefur fært smá pásu. Já. Og Elli í vörninni. Adam er komin í vinstri bakvörðinn. Við sjá hvað að gera núna. Kemur hann á horninu. Já. Jesper Konradsson, Rauningur, já. Það var Danni klókur. Tók hann bara á kassan. Janus staðir, sækir. Matti, hann ætti að klára þetta sjálfur. Það fara bara í gegn hérna. Já. Já, svona kannski búast við að Hornamari kemur á móti sér og það geti droppa á honum á Gumma, en hann hefði alltaf bara að fara í gegn hérna. Já. Það var frábælega gert á Janus. Þetta er mark. Já, það var búin að leysa inn á hægra horninu. Já, leikmaður nr. 2, Markus Enström. Það er eins og þeir voru ekki alveg að reyna að væri komin að þeim, þannig að það vantar kannski smá talanda frá vinstri vængnum í vörninni. Já. Staðan 7-6. Haukarnir komið sókn. Heimir spilar áfram bara línuna og Daniel hvílir sóknarlega. Já, þetta er góð vörn. Þetta er alvöru gæi, Max, nr. 5. Kemur Adam aftur inn á miðuna. Upp! Boltinn í stöngina. Kemur sendingi fram, frábælega gert Janus Daði Smárason. Þetta er málið, þetta er það sem við viljum sjá. Menn að hlaupa tilbaka. Já, við erum búin að missa samband við Mattías Árna. Heyrðu mig? Já. Nei, þið heyrið mér, ég heyri ekkert í þér. Þú heyrir ekkert í mér? Nei, en það verður bara að hafa það. Já. Jæja. Tæknimennir vinni þessu. Það sé ekki Janus Daði frábælega að spila, Heimir Óli. Vítu nú við, akkur er þetta ekki vítakast ef... Heimir hefði verið inn í teig þarna. Jæja. Þetta er nú vítið eða mark. Já, það er ég komin inn. Nú heyri ég. Janus Daði! Frábælega varið. Vel varið, það las þetta vel. Já. Þetta er dýrt. Þetta er vinnan sem við viljum sjá hjá Haukunum, Matti. Þetta er til fyrirmyndar. Þetta svona er þetta að vinna bolta. Við ætlum að halda þessu áfram að dundurunum blindandi fram. Þetta var vel varið hjá hann ekki síður. Já, algjörlega. Hann er góður í markinu, strákur. Ríkard Frisk. Hefur verið velvandi eitthvað inn í æfingahóp í sænska landsliðinu, held ég. Ég sé að fara með rétt mál. Já, ég er bara ekki í hugmynd. Elías Már. Daniel! Já, góð vörn. En fínt færið, þetta með verið að taka þetta. Fínt líka, svo erum við að tala um að vera þolinmóður sóknarlega. Fá besta sénsinn. Þetta er nú kannski ekki alveg það. Heimir, nú skaltu sleppa. Nú er ekki reikin út af. Jú. Þetta er klauvalegt hjá Heimi. Janus með, hvað ég segja, glæfralega sendingu. Já. Og Heimir, þarna verður hann að sleppa þessu. Já. Þetta er ekki...
Gunnar Magnússon ekki ánægður með þetta eðlilega. Það var óþarfa 2 mínútur, það er dýrt. Já, og Janus svolítið að fara lengri leiðina. Já. Með þessa sendingu. Já. Heimi var dauðafríður á línu. Algjörlega. En við stóðum vel á hann einu færi, það er bara að halda því áfram. Nákvæmlega. Jesper spilar áfram á miðjunni, nú er kominn leikmaður Felix Klar, þessi sem við vorum að tala um. Já, býtu. Flott vörn hjá Hákon Daða, glæsileg vörn. Hann er kominn inn á þessi strákur nr. 7 sem við vorum að tala um áðan, Matti, og Aron Kristjánsson talaði um í spjalli mínu við hann, Felix Klar. Já, sem var að koma með slóðum. Já. Gunni talaði um hann líka. Akkurat. Hann sagði mjög góður, efnilegur. Já, þetta er fínt. Fínt. Þetta er í góðu lagi. Gíturjú skipti þá við Ella vantarlega, ekki? Jú. Hann kemur inn mínúta eftir af brottvísunni. Já. Daniel Þór er í vinstri skiptunni. Kemur Jón Þorbjörn út og sækir boltan. Daniel á þá að koma í árásina hérna á miðjuna sem hann gerir. Já, fínn varnarleikur. Mjög góð varnarleikur. Óskar Bergdal heitir hann þessi sem kom inn á línuna í sókninni hjá Alingsås í síðustu sókn. Daniel, þetta er sama kerfi, sækir aftur. Elli. Gummi skiptir. Já. Ok, herðu. Elli sér guldspjald þarna. Já. Það er búið að nást að éta hérna 40 sekundur af tímanum. Það eru 20 sekundur rúmar í að maðurinn kom inn á, þannig að nú er bara Náum að klára þessa brottvísu núna í þessari sóknumandi. Aftur kemur sama hreyfing, Daniel sækir á í annar staði. Þetta er miklu betri varnarleikur hjá þeim núna, það er alveg á hreinu, Matti. Það er miklu aggressífur síðanir og það var farið yfir hjá. Kom út að stoppa Nonni í miklum slagsmálum hana. Hittu nú við. Það eru 2 mínútur. Fredrik Tern. Hákon fengið högg hana, það leist inn á línuna. Þetta er eiginlega bara, getur við sagt Matti, þetta er eiginlega fullkomið handrit að koma hérna í sókn með einum færri. Það er að segja auðvitað jafn margir þegar markmaðurinn er tekinn út en hann á að vinna mannin inn og veiða mann út af þeim. Og fá mann út af. Já. Gíturjus komir inn á, Haukarnir með fullskipa lið, einu fleiri í sókn. Frábærlega spilað. Og Gummi. Yes! Frábært. Frábær setting af Janusi. Þau ekki mörg færin sem að hann Guðmundur Árni klikkar. Matti, hann er frábær hornamaður. Rosalega öruggur. Já. Þegar hann tekur færin sín alveg 100% eins og þarna skýtur bara á markið. Já. Það sprengir kraftur, stekkur hátt og nær að opna sér góð færi. Haukarnir einu fleiri áfram. Svíjarnir leysa inn með 2 línumenn. Þetta er... Já, ok. Stöngir, þarna var... Það hefði ekki verið neitt sjokkar eða það hefði verið dæmt þarna en við þykjum það alveg. Haukarnir áfram, einu fleiri, 2 mörkum yfir, 8-6. Rétt að bara 20 mínútur liðnar af þessum leik. Haukarnir að byrja þetta frábærlega. Nú er mikilvægt að fá mark. Koma þessi 3 marka fórustu, einu fleiri, Janus Daði, glæsilega spilað. Já! Daniel Þór Ingason. Smá hyggst á Danna, það var ekki bjóskast ekki alveg í þessum bolta. Nei. Þetta er málinu, það leysir hann inn. Ef þeir koma út í Janus þá á Danna að vera frýr hann á bakvið. Já. Fyrsta marki á Daniel Þór í leiknum, Janus Daði með, þetta er að minnstakosti önnur, ekki 3. stóðsendingina, svo hann er búinn að gera 4 mörk þar á auki. Hann er að spila hérna frábærlega í fyrirháleik. Sem og allt Haukalið. 9-6 staðan. Haukarnir áfram einu leikmanni fleiri í 20 sekundur viðbót. Og mikilvægt að standa þessa vörn og vinna þennan bolta. Já, yes. Ok. Þarna var Gummi frýr. Já, það eru 5 sekundur í mannin. Setja þetta í gang. Vinna yfirtöluna. Daniel! Var laglegt! Línir honum í skeytin. Ég er ánægður að sjá þetta, Matti. Og það er leiklið nr. 2 hjá Alingsås. Og 20 mínútur búin að vera leik. Já. Þetta er frábær byrjun. Frábæra fyrstu 20 mínútur í Haukunum. Staðan 10-6. Þetta er sem við viljum sjá hjá leikmann eins og hann Danna. Ef það kemur ekki út á mótornum, þá er bara þrjum á marki. Já.
Það alveg, maður sér að líka Matti, þetta skín úr andlitinu á Haukastrákunum, einbeitingin sem menn eru hérna með í þetta verkefni að við sjáum núna þegar þeir vinna þennan bolta, það eru 5-6 sekundur þegar Gíturíu sem er boltan í að þeir fái sinn 7. mann, útileikmann inn á. Janus setur strax í gang og finnur yfirtöluna og Daniel skorar þetta frábæra mark, kemur í sig 4. marka fórustu. Sér það, gott spirit í Haukaliðinu, það er menn að gera þetta saman, það er náttúrulega alveg algjör lykill í þessu. Ekki spurning. Vonandi heldur bara þetta áfram. Halda áfram, það er lykillinn í þessu, ekki að síga niður á eitthvað annað level, halda áfram að spila svona. Alingsås konur með fullskipa lið. Hér er leikmaður nr. 21, Jóhann Nílsson kominn inn á í hægri skyttuna. Og Felix Klar áfram í vinstri skyttunni. Og Jesper Konradsson á miðinni. Ekki með Felix, sækir á. Klippingin, Jesper. Flott vörn hjá Haukum. Glæsilegu varnarleikur, halda þetta áfram, halda þetta út. Já. Jesper Konradsson og Jæja. Menn þurfa að halda fókus allan tíman. Já. Þetta er annað markið sem hann skorar utanvert á Daniel. Þannig að Daniel missir hann á milli 1 og 2. Var ekki bara fyrsta markið í leiknum? Jú. Já. Tók að snúningsfintuna og fór þarna vinstra megin við Já. hann. Hvernig fær í lína stuttur. Já, Heimir Ólafur Rikkir undir, Janus Daði sækir á. Það var laglegt. 2 mínútna brottvísun. Og leikmann nr. 21, Jóhann Nílsson, sem er tiltölulega nýkominn inn á. Það er þetta góða við að Janus, hann er svo ósér hlífinn. Já. Hann keyrir í allt svona og svo er hann laminn niður og stendur aftur upp og klár í næsta. Nákvæmlega. Haukarnir einu leikmanni fleiri, síðasti þannig kafli og fór 2-0 fyrir Haukana, mikilvægt að halda því áfram. Þriggja marka fórusta, 10-7. Það er Adam sem laumar sér inn á línuna. Já. Elias Már! Það var laglegt. Glæsilega spilað. Þarna voru Svíarnir þéttnir á Adam. Já. Til þess að fá ekki marka eins og þau fengi á sig á hann þegar Danni skoraði á línunni og þá opnaðist fyrir Ella þarna hægra megin. Janus Daði auðvitað búinn að spila frábærlega í fyrri hálfleik og þeir auðvitað sjálfsögðu eru þeir uppteknir af því að hann fá ekki frítt skot á miðjunni og þá er hann klókur og spila boltanum áfram. Já, mjög mikilvægt eins og fyrir Janus að þeir eru að koma út í hann, ná að losa boltan, halda flotinu, opna fyrir aðra menn. Algjörlega. Svíarnir leysa aftur inn með 2 línumenn. 2 línumenn, já. Einu færri í sókninni. Já, hann stoppar þarna. Gott. Þetta er miklu betra hjá Daniel. Svíarnir eru ekki búin að venja sig að kippa markmönnunum út af. Nei. Þetta er ný regla hjá þeim. Já. Já. Íslensk lið eru farin að gera þetta í hvert einasta skipti. Þetta er leikmaður nr. 11, Fredrik Tell. Hendin er góðin upp. Nú er mikilvægt að standa þetta. Standa blokkina. Það var laglegt! Jón Þórbjörn. Það er innkast sem Svíarnir fá. Já. Hendin er þá uppi. Halda áfram. Klára þetta brot. Adam kom með. Nei, halló. Mikið leikur í þessu. Já. Jón tekur hann í fótinn. Hvað er þetta konar margar sendingar? Já, þetta hlýtur bara að vera að fara að koma að flauta leiktöðu núna. Magnús Persson með skotið fram hjá. Þetta er flott, þetta er glæsilegur varnarleikur í Haukunum. Við stóðum þessa vörn alveg upp á 10. Nú eru 15 sekúndur í að Alingsås fái 7. leikmanninn á. Setja kerfið í gang strax, já, þetta er sama kerfi á þann. Adam leysir inn á línu. Nú er Janus Daði með full. Það var full kærulaus. Já. Svíarnir koma hratt upp. Já, Gíturíus vel gert. Það var laglegt Gíturíus. Svíarnir konum við fullskipa lið. Já. Adam og Heimi á Hákon. Hákon Daði. Frábærlega varið. Þröngt færi. Vel varið. Líka frisk. Við erum þetta skot. Nú er snöggið tilbaka. Já. Magnús Persson. Þetta er mark. Jájá, það er stutt á milli í þessu. Gunni tekur leikhlé. Já. 24 mínútur liðnar af fyrri hálfleik. Staðan 11-8 fyrir Hauka. Sjáum þetta smá óskipulag í Haukunum að hlaupa tilbaka í vörðina. Heimir er komin þarna í vinstri bakvörðin. Já. Við sjáum líka, Matti, þetta er dýrt eins og
eins frábærlega og Janus búinn að spila í fyrri hálfleik, þá þetta 2 sóknir núna. Það að segja sendingin á Hákon núna niður í horn og aftur fyrir baka á Jón Þorbjörn. Það er svona, það er síðasti boltinn sem þarf að vera aðeins betri. Og þetta telur allt. Já. Telur allt og sérstaklega maður fá þetta í baki, fá mark í baki þegar þetta gerist. Það er dýrt. Við skulum hafa það alveg í huga að hverjum einasta haukamanni sem maður hefði talað við fyrir leik og bóðið það að vera 11-8 yfir eftir 24 mínútur, það hefði allir þegið það með högg. Já, klárt mál. Það kannski segir ýmislegt gæðin sem eru í haukaliðinu, Matti, að þessi 11-8 yfir eftir 24 mínútur og maður sér alveg 1-1. Atriði sem að haukandi geta meira þess að gert ennþá betur. Já, klárt mál. Held ég, þá erum við komin í gang aftur. Leiklið búið. Adam Haukur áfram í vinstri skiptunni. Kemur í klippinguna við Janus. Já, Elías Már. Adam. Það var lælegt. Adam Haukur Bambrok. Voru að snúa drengir. Flott. Gott, glæsilegt. Adam Haukur Bambrok að skora sitt annað mark, já. Staðan 12-8, þeirra 5 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik. Já, hann er ekkert ósvipað fyrsta markinu hans, Svíjarnir kom ekki út í hann. Já. Nonni eða hvort það Heimir hann að binda niður þristana. Já, vel gert Jón. Hver á þennan bolta? Passaði, já. Þetta var vel gert hjá Adam Eikarsíður, að gefa sig allan í þetta. Glæsilegur varnarleikur. Já. Hvað að segja, Jón sem kom með 3./4 varðarboltan. Já. Búinn að taka hann bæði með höndunum og fótunum. Haukarnir eru bara að spila frábæra vörn þetta í fyrri hálfleik. Það er bara svoleiðis. Vonandi heldur það áfram. Hér er Jesper Konradsson. Já, þetta er Adam snöggur að hjálpa núna. Já. Hann hefur komin aðeins svo langt út þarna. Hann er stór hættulegur í þessari hreyfingu 1 á móti 1 þegar hann kemur á þessum hraða. Já, snöggur leikmaður og þá er erfitt að... Já, Jón hjálpa Gumma. Þetta eru... Já, ok. Fín vörn hjá Haukunum. Já, það sjáum við, Gummi er að missa hann, þá er næsti maður kominn. Já. Þetta var Felix klár. Það er spurning hvort að Svíjarnir fara að gera meira af þessu, að setja línumannin á hotnamennina í Haukunum sem er í vörninni sem er kannski svona aðeins, eru minni en þeir sem eru inn á miðjunni og reyna svona að lokka bakvörðin út til þess að droppa honum hann á bakvið á línuna. Nákvæmlega. Þetta hefur allavega ekki verið að ganga vel með línumannin staðsettan á milli tvista og þrista eða þristana sem hafði fyrri hálfleik. Nei, þeir eru búin að fá hvað 1 mark úr því og 2-3 klikk. Sjáum hvað gerist. Nú kemur Elías Már. Adam Haukur. Janus Daði kominn hægra megin, sækir á. Og Elli. Já. Sjálfsögðu skjóta menn á þessu færi, 8 metrum og það er enginn sem kemur á mótið þeirra, hann leglur á markið. Þarna hótar náttúrulega Elli fyrst undir skotinu og Svíjarnir niður með hendurnar og þá er það bara að gera að setja niður öxlina á þeim. 5 marka fórust á Hauka, 13-8 þegar það eru 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Frábær frammistaða hérna í fyrri hálfleik. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Samanskapi hafa Alingsós svona ákveðin vonbrigði frammistaða þeirra í fyrri hálfleik, Matti. Sammála því? Já, þeir hafa ekki undir væntingum. Jó, þeir... Já, ég er bara verið að segja það. Þeir eru búin að sketta, hvað ég að segja, 3-4 bolta hérna fram hjá markinu. Já. En það er spurning hvort þeir eigi þá ekki eitthvað inn í Jón Þorbjörn. Já, glæsilegt. Nú er skilur sér tilbaka. Já. Ég hugsa nú að Svíjarnir eigi eitthvað inni. Það er spurning hversu vel þeir ná að hrista upp í mannskapnum í hálfleik. Því það neistur að gera það en þeir ætla ekki að tapa þessu leik stórt hérna. Áhorfnin teknir við sér. Heldur betur. Bekkur er líka, Elli er að hvetja, Binnir að hvetja á bekknum. Það viljum við sjá hérna ásöldum. 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik, staðan 14-8 fyrir Hauka, 6 marka fórusta. Jesper Konradsson, Magnús Persson, glæsilegur varnarleikur. Fiska ruðning. Já. Þeir hafa bara skilan eftir drengir. Adam, þeir eru einu fleiri núna. Þannig að hefur maður ekki viljað fá þessa sendingu niður í horn. Nei, ég veit alveg að hann var hinum með. Já. En voru líka með 2 línum með þarna. Þetta er ekki vissum Adam hafi reynilega bara átt að segja á því. Já, það var kannski komin of langt yfir til hægri. Og meðan hann var með Janus Viðström yfir sig.
1,5 mínúta eftir að fyrri hálfleik. Þegar Adam Haukur kemur í árásina hérna á miðinni. Ella með sér, Elías Már. Nei. Það er dæmt víti. Vítakast, já. Þegar Svíarnir hefur varist inn í teig þarna. Já. Það getur bara meira vel verið. Já, já. Við verðum að treysta normörunum fyrir því. Já. Það er ekki spurning. Guðmundur Árni Ólafsson á punktinum. Hann skorar! Það var laglegt. 15-8. Já. Mínúti eftir. 7 marka forysta þegar 1 mínúta er eftir að fyrri hálfleik. Þessi vörn kalla Gunni Mag. Ég er hjartanlega sammála því standa þessa síðustu vörn hérna í fyrri hálfleik. Til fyrirmyndar frammistaðan í henni fyrri hálfleik og spilamennskan. Já, þarna glemdi Janni sér aðeins og ákvað þetta að hjálpa en nú er bara að róa niður, drengir. Já, hárið rétt. Þetta er í stönginni sláni hjá Síðunum. Já, hálf mínúta eftir að fyrri hálfleik. Já, nú bara klára þessa hálfu mínútu í sókn. Ekki fá ódýrt mark í bakið. Nákvæmlega. Bara með 8 mörk hérna í hálfleikinn. Úff. Adam. Já. Elías og Adam aftur yfir á Janni Staða. Hann er með fullt af plássi einn á móti einum. Ok. 10 sekundur eftir að fyrri hálfleik. Hákon leysir inn. Þetta er Janni Staði. Þetta er óþarfi. Já, flott. Hann reddaði þessu. Það held ég. Já, ég held að pælingi þarna var að Hákon átti að vera komin aftur niður í hornið á bakvið. Já. Og Jóna, hvort það sett ekki var að Jónið hann var ekki alveg nógu góð. En það er bara aukakasti sem að lifir hér í lok fyrri hálfleiks. Góðum 30 metrum. Magnús Persson. Þetta er Gíturus var í bolta. Það var í bolta þarna. Já, þetta. Það held ég. Staðan í hálfleik. Haukar 15, Alingsås 8. Við ætlum að taka okkur örstutt hlé, svo komum við Matti hérna, gerum upp fyrri hálfleikinn. Á Vörmurspori, fáum nokkrar auglýsingar.
Það held ég. Velkomin aftur á skjánum. Áhorfendur góðir. Við erum hér í hálfleik í leik Hauka og Alingsås í forkeppni Evrópudeildarinnar í handbolta. Staðan er 15-8 í hálfleik fyrir Hauka. Frábærlega spilaður fyrri hálfleikur hjá Haukunum. Aðeins að renna yfir markaskor. Janus Daði Smárásson er búinn að skora 4 mörk. Adam Haukur Bámrúk 2. Elías Már Halldórsson 3. Guðmundur Árni Ólafsson 3. Daniel Þór Ingarsson 2 og Jón Þorbjörn Jóhannsson 1. 6 leikmenn búinn að skora þessi 15 mörk. Það er fín dreifing á markaskori hjá Haukaliðinu. Það sem að auðvitað er helst ástæðan fyrir því að Haukarnir eru hér með þessa fórustu er gríðarlega góður og öflugur varnarleikur sem hefur verið hérna til fyrirmyndar í fyrri hálfleik. Það er oft sagt að spilur eru góða vörn, þá vinnur handboltaleiki. Það er ákveðin einföldun en það er ákveðin sannleikur í því líka. Við erum að gera okkur klár hér í seinni hálfleikinn. Matthías Árni, hann skrapp hér frá að ná sér í kaffibolla. Var að viðurkenna það að við komum með svolítið óvart frammistaða Alingsås liðsins inn í fyrri hálfleik. Ég einhvern veginn hélt við værum að sjá, það getur við sagt betra lið, en það eru auðvitað 30 mínútur eftir þessu, svo er þetta alltaf spurning um heimaleik og útileik og allt það. Það væri frábært fyrir Haukana bara að fá sigur í þessum leik í dag til að fara á útivöllu næstu helgi til Svíþjóðar. Með það fyrir augum að geta slegið þetta lið út. Örfáa mínútur í að seinni hálfleikurinn hefjist og ég held að við hleypum bara að nokkrum skilaboðum aftur áður en að seinni hálfleikurinn byrjar, sem er bara hérna eftir örfáa mínútur. Það er að gera að fylla á kaffibollan og snakkskálina. Ef það er eitthvað kombo sem fólk er að vinna með, þá kemur það með reynda svolítið óvart. Við tökum smá hér, svo kemur seinni hálfleikurinn. Það held ég. Velkomin aftur áhorfendur góðir. Seinni hálfleikurinn hafinn. Hauka með boltann. Jafnt í liðum og vonandi að Haukarnir ná að halda frammistöðu fyrir hálfleiksins bara hérna áfram. Janus Daði, sendingun og Elías Má sem sækir á marki. Janus. Þetta er þröngt hjá Haukunum núna. Janus Daði sækir á, frábærlega gert. Elías Már. Ok, varinn bolti. Haukarnir skila sig tilbaka sem er algjört lykilatriði. Jesper Konradsson. Góð vörn. Góð vörn. Heimir Óli skiptir hér við Elías Má. Kemur inn í vörnina. Janus Daði að spila hægri bakverð hér í vörn. Jón Þorbjörn og Heimir áfram í miðunni og Adam Haukur vinstra megin. Þetta er
hæg sóknaruppbygging hjá Alingsås, svo kemur vantilega hraðabreyting núna. Magnús Persson, frábær vörn hjá Adami Hauk Bámrók. Ég býð velkomin aftur til leiks, Matthías Árna Ingimarsson, velkomin Matti. Takk fyrir, það var rauð á klósettið. Já. Þetta er frábærlega að spila. Já, vel spilað á síðan. Já. Max skorar þetta mark. Janus Daði, aðallaglegt, glæsilegt. Það var lengi að skila sér tilbaka. Já. Það er Max. Haukarnir svara strax með marki í andlitið á Svíunum. Staðan 16-9, áfram 7 marka fórustu á Hauka. Haukakveðja frá Alingsås, Haukamaður Orri Sturluson. Já, það verður að horfa okkur öllum heimsálum. Já, þetta er máttur Hauka TV. Já. Það er þetta að horfa okkur alls þar. Já, Katar og Alingsås, Skorradal og ég veit ekki hvar og hvar. Nú verður Haukarnir bara mæta í hennar seinni hálfleik eins og þeir voru að klára fyrri. Algjörlega. Já, þetta er vel varið. Lítireus. Lítireus Morkunas í fínu formi í dag. Adam Haukur sækir á, Janus. Klippingin við Ella, Elli sækir á, Adam. Hann er upp í skot. Það var laglegt. Þetta er að krossa Svíarnir í vörninni, þristandi hjá þeim. Já. Eitthvað samskiptarleysi þarna hjá þeim. Haukarnir eru bara með svör, sóknarlega. Það eru alveg sama hvaða taktík þeir eru að spila. Þeir eru að keyra þetta Kairó eða eins og þeir kalla lína töluvert en þeir bara hafa ekkert náð að klukka á almennilega, Svíarnir. Nei, nákvæmlega. Það var Jesper, Magnús Persson, upp með skot. Þetta er bara varinn bolti. Það er náttúrulega verið að horfa okkur á keeper líka. Já, það er ekkert annað. Þórður Rafn Guðmundsson, byrjar hitt í vinstra horninu í seinni hálfleik. Já, Hákon fekk ekki miklu að móða þarna í fyrri hálfleik. Nei. Já, spurning hvort það er Þetta er bara að reyna að opna meira fyrir horni. Adam, Janus. Skott í slá. Einn Júki, kallar Janus staði. Matti, þú veist hvað það er, enda einhver besta skytta sem Haukamenn hafa átt. Að eigin sögn, sko. Já, kemur hótnarliðin sem ekki okkar. Sérðu? Þetta. Já, lína á Guma. Já. Sækja Svíarnir. Magnús Persson. Já. Það kannu ná að stoppa þetta. Mér finnst þetta betra eftir því sem við liðið á bæði fyrrháleikinu og byrjun seinni hálfleiks hvað þeir eru fljótir að skila sér tilbaka á Haukarnir. Þeir voru svolítið lengi hérna fyrstu mínúturnar. Slegið sem opnur höndum Svíana. Þessar hröðu upplöp hjá þeim. Já. Ekki sé mikið af þeim. Nei. Leysir þeim inn í vinstra horninu. Já, gefur sér góðan tíma. Magnús Persson. Þetta er gott skot. Magnús Persson að skora sér 3. mark í leiknum. Pítur er ekki alveg nú sáttum við sjálf á sig þarna. Nei. Þórður Rafn, leysir inn á línu. Janus Daði. Já. Elías Már. Að halda boltaflæðinu, halda boltanu gangandi. Elías, frábært skot. Læsilegt mark hjá Elíasi. Voru fljótir að snúa. Mæta strákar. Þarna verða þær að ganga síðan. Þetta er ódýrt mark, Matti. Þarna viljum við sjá menn taka skrefið út og negla. Þetta er bara sama og við höfum verið að gera á Svíana. Já. Þeir hafa ekki verið að stíga út í okkur og við erum að fara þarna upp og 100 marki þarna að gera þetta. Já. Það eru ennþá kveðjurnar, Pétur Pálsson, Gísli Jón Þórisson og Björn Viðar Björnsson. Haukagvettar í Noregi. Já. Sendur bestu kveðjur tilbaka að sjálfsögðu. Guðmundur leysir inn á línu. Janus Daði með fullt af plássi. Elías Már. Adam.
og Elli. Hann leita Nonna þarna, Nonni í strákri geislu. Já. Þessi bolti bara kemur á Janus að sjálfsögðu. Glæsilegt. Þetta sjáum við, eins og tölum við fyrir leikin. Já. Þannig er vinstri hóttamann hjá Svíðunum farin að stela metrum. Þetta er Runningur, nú er að taka boltan og koma sér í gang. Janus staði, hann var laglegt Guðmundur Árni Ólafsson. Nei! Já, Þórður. Tóti nær þessu. Nei. Já, stíði út á þetta. Frábær sending hjá Janus aftur. Já, Gummi óöppinn þarna. Já. Kannski komin aðeins og nálægt markmannum. En fín vörð hjá Nonna, fiskaði góða Running þarna. Algjörlega. Haukarnir 8 mörkum yfir, staða 19-11. Það er búin að rétt tæpa 7 mínútur á seinni hálfleik. Er þetta besta frammistaða Tristan hjá Haukunum á þessu tímabili, Matti? Já, það sé ekki spurning. Þetta er bara, við erum að sjá að þeir eru að byggja á því sem við sáum fyrir norðan á miðvikudaginn. Já. Gunni talaði um fyrirleik. Takk úr þeim leik það sem það verið að gera við erum að byggja á það. Já. Já, góð vörð þarna. Óöfnir að ná ekki þessum bolta. Já. Adam undir þarna líka. Á þessi sending aldrei ratað inn. Nei. Þá leysir Daniel Telanderinn á línu. Jesper Konradsson spilar yfir á Magnús Persson. Konradsson. Þetta er aftur. Þetta er leiðumenn takk ekki skrefið, Matti, þá er þetta bara dauðafæri. Já, það er líka eins og þarna. Við megum ekki detta niður. Nei. Það þarf að halda sömu ákveðinu eins og var í varnarlagi í fyrri hálfleik. Já. Stíga úti og halda áfram að brjóta þeim. Brjóta upp leik þeirra, pirra þá. Það er lykillinn að þessu. Algjörlega. Það kemur Jón Þórbjörn. Janus kemur inn á miðjuna á fullri ferð. Já, ok. Elli bjargar þessu. Hann leysir Guðmundur Árni inn á línu. Elli með plás. Adam. Og Elli. Janus staði. Þetta er maður skref. Rífur þarna aftan. Janus lenti þarna á mjöðminni. Og þeir skora Pontus Jóhansson. Já, það er alveg mátt flauta þarna, finnst mér. Janus staði lendi þarna á mjöðminni. Þá er refsaðir. Svíðarnir. Já. Það er eins og við tölum fyrir leik og núna í leiknum. Það er ekkert líka að halda fókus í þetta. Já. Janus staði. Litur nú við. Jón Þórbjörn er galopinn á línunni. Elli sá hann ekki. Sækja Svíðarnir. Þetta er dauðafæri. Já, aðalvarlegt. Gítriðus Morgunas. Hann er búinn að vera góður í dag, Goggi. Talandi er ekki fundis í þessu leik. Nei. Spurning hvort hún hafi verið skipta aftur út af eins og í fyrri hálfleik. Já. Svolítið síðan að Haukarnir skoruðu, það er mikilvægt að fá mark núna. Þeir spila sama kerfi, Janus staði kemur hérna á fullri ferð á miðjuna. Klippi Vela. Adam upp. Þetta eru 2 mínútur, dómari. Nei. Einhvern tíðan hefur mánu sér ekki út að vera þetta, Matti. Já. Stjakar aðeins við Adam að það er komin í loftið. Bambrúk er ekki sáttur hérna á hliðalínunni. Bambrúk eldri. Nei. Fannst þarna stjaka við Adam í loftinu. Já. Lætur aðeins Normannin heyra það og það er kannski bara gott að hann fá aðeins að heyra það Normaðurinn. Já. Og hinn að reyna að útskýra eitthvað fyrir Ella hvernig Adam sneri þannig í loftinu og... Já. Þetta er allt á hreinu. 10 mínútur rétt tæpar, leiðar á seinni hálfleik. 19-13 staðan. Adam Haukur. Mættur í horni. Rickard Frisk. Það var vel varið. Þá koma Svíðarnir. Og mikilvægt að standa vörn. Haukarnir stillu. Já, hann náði skiptingunni.
Mikilvægt að halda þolinmæðinni núna. Svíarnir fara í fullta skiptingu. Já. Þetta er svolítið svona, hvað getum við kallað þessa típa á handbolta? Ekki svona sveppbolti, þetta er svona mikilvægt að halda einbeitingu varnarlega. Þeir eru lengi að koma sér í gang. Já, það er algjör lykil í að spila á móti liði sem ætlar að spila langar sóknir á móti. Það er að halda fókus allan tíman. Já. Leið á dettu niður, þá er mönnum ofta refsað. Jón Þorbjörn. Þeir eru að skora miklu einfaldari mörk núna. Gunni tekur leikhlé. Skiljanlega, þetta er ekki alveg nógu gott hérna síðustu mínútur. Haukarnir eru ekki að fá þessi brot varnarlega, Matti, sem við töluðum að væri svo mikilvægt að halda áfram í seinni hálfleiknum. Nei, það kannski fór mikil orka líka í fyrstu mínútur í leiknum. Já. Og það kannski aðeins fara að draga af mönnum. Þannig það er spurning hvort að Gunni fari aðeins að gefa mönnum eins og Nonna 1-2 mínútur. Já. Kannski hvíla hann aðeins í sókninni og fá hann aftur inn í vörðina. En til að mynda við hefum ekkert séð Andra Heimi til dæmis spila hérna í dag. Nei, það er... Þannig að þetta er... Þetta er náttúrulega líka bara, þetta er fyrri hálfleikur, þetta eru 2 leikir, þetta er fyrri hálfleikur. Og það er leikur á miðvikudag líka, þannig að það er kannski aðeins að taka það inn í þetta líka. En það er auðvitað líka eins og fyrir Gunna, auðvitað erfitt að vera prókera í liðinu, eins og þetta segja, erfitt að vera að skipta mönnum varnarlega þegar þetta er búið að ganga vel. Það er að segja bróðurpar og allan fyrri hálfleikinn náttúrulega, þá vilt ekki vera að hrófla mikið við allavega þristóniðinum. Og nú sjáu þetta, Nonni fær að hvíla sóknina. Já. Svo er alltaf það líka, þú vilt ekki vera mótið svona liðum eins og Alexson sérni í dag, sko, sem vill keyra og eru snöggir fram. Þá viltu náttúrulega helst komast hjá því að vera að skipta 2 út af í vörðina. Algjörlega. Daniel Þór kominn í vinstri skyttuna og Heimir Óli á línuna. Daniel átti 2 góð mörk hérna fyrir áleik. Stór og sterkur strákur. Nákvæmlega, hörku skytta. Haukarnir komin inn í 4-2. Já, Þórður Rapp liggur á bakverðunum hér. Þetta er aukakast, já. Það var ágætis tilraun. Rífa þennan bolta betur til sín. Já. Smá... Aðeins meiri grettu. Já, það tekið þetta. Daniel, upp, herðu, þetta er... Jæja, ok. Fannst það svona að sliði þetta til framann í hann, en það var ekki. Ég er ekki alveg með það á hreinu, Matti, í mínútum tali hvað er langt síðan að Haukarnir skoruðu, en það eru nokkra mínútur síðan að koma mark. Mikilvægt að brjóta ísinn og fá mark núna. Daniel, kláraði bara færið, drengur. Jæja, ok. Ég er nú frekar dæmt línu á Svíja. Já, ég sammála því, en jæja, Svíja til keyra. Ég er ofta á móti Arvar Pontus Jónsson, já, gítur í þessu verið þetta, vel gert. Ok, nú þurfa að fá markið þetta. Já, þetta er erfitt sálfræðilega þegar það gengur illa að skora. En þetta var góð yfir þetta fitta hjá honum Danna. Og allt frábærlega gert þegar maður bara... Það er stundum að koma svona mikil í ferð og þá vill skotið átt enda. Já. Missar smá fókus í því. En það er bara að halda áfram að reyna þetta. Já, flottur leikmaður en Daniel. Uppalinn Haukastrákur sem hefur spilað undanfærin ár með Val, kom tilbaka heim. Heimir Óli út. Línuna hægra megin. Já. Elías Már, Janus Daði. Danni, Janus. Það var varlegt, þarna kom það. Þetta viljum við sjá. Já. Þarna líka nær boltinn að vera á floti, þeir eru ekki að stoppa í fyrstu annarri hreyfingu. Ekki að lega Svíjar að brjóta upp tempo í flæðið í sókninni hjá okkur. Og við segjum, Söðutölum myndi í fyrir áleik. Svíjarnir eru mjög neðarlega við 6 metrar línuna, kannski 7 metrum. Janus í undir þetta skot. Erfitt fyrir markmann að sjá þetta först skot. Þetta er bara algjörlega eins og þetta á að vera. Þetta var líka, eins og við segjum, þetta var miklu boltinn fékk að ganga og Svíjarnir náðu ekki að stoppa fyrstu hreyfinguna. Þá færðu alltaf sénsinn á lúkum. Jesper Konradsson, Magnús Persson, já. Daniel, gerða hann að bolta, ok, hot. Aftur góðu, þetta er bara frábær vinna hjá Danna, ekkert að þessu. Þetta er alveg tótið að maður tíkra aðeins leikur og taka hann að bolta. Já. En Danni kom og reynsa þetta upp. Staðan 20-14 fyrir Haukum. 17 mínútur rétt tæpar eftir af þessu leik. Þetta var
Jæja. Þröngfæri og nær honum hann á nærhóttni. Já. Gítur má gera betur þarna. Það var Emil Ófors. Það var Hákon Daði, kominn í vinstra hornið aftur. Heimir Óli byrjar hérna hægra megin, kemur vantilega út í sömu á. Taka sama sóknarhreyfingu á þann. Janur staðið með fullt af plássi. Nú vil ég bara sjá, Þetta hefði nú, ég hefði alveg fyrirgefið Janur sem hann hefði skotið þarna. Elli, takk fyrir takkar ekki skot, strákar. Elli mistiðu sig. Skil okkur heim. Það var laglegt Gítrius. Þetta ekkert að, Nei, Elli ætlar að harka þetta af sér. Þetta var ekki gott. Nei. Það þurrka boltan og Elli fær sig eins og skipta. Já. En mér finnst þess að þarna Matti í síðustu sókn við bæði Janus og Elli, þeir eru með varnarmennandi standinur á 6 metrum. Já, þetta eru góð færi. Þeir bara taka þetta skot. Nei, þeir eiga bara að skjóta þarna, ég alveg sammála. Elli fær smá aðhlynning á bekknum frá nafna sínum. Já. Vella. Já. Munurinn komin í 5 mörk. 20-15, þegar rétt rúmar 15 mínútur eru til leiksloka. Og mikilvægt að halda áfram, halda dampi. Adam spila núna fyrstinn með Heimi í vörninni. Hóttamenn hjá Svíjónu djúpt í Já, þetta er fullt af plássi. Þetta er akkurat... Verðum að vera þéttari þarna. Já. Þetta er akkurat sama hreyfing, Matti, og við erum búin að sjá það að gera margoft í leiknum. Og maður tala um þetta í fyrra áleik. Sóknaruppbyggingin er hæg til að byrja með, en svo kemur þessi hraðabreyting. Þegar boltinn kemur á Jesper, þá er hann bara með fullt af plássi. Já, það voru of mikið bil á milli okkar í vörninni. Og svo Andri Heimir er komin inn. Já. Fyrir ætla að leysa Ella við hægra megin. Nú verður það að fá aftur. Hákon Daði leysir. Janus. Daniel upp. Já, Andri Heimir. Með skot. Þetta er varið. Skila sér heim. Já, glæsilegt. Frábær vinna. Og Danni snöggur að hugsa. Já. Komið tilbaka. Þegar það er Danna að hlaupa úr vinstri skittunni hérna alveg yfir hægra megin í vörnina. Það viljum við sjá. Heimir eitthvað að tala við dómarana. Nú er eitthvað að reyna að klæða hann úr hérna. Þetta er... Janus Daði. Það var laglegt. Þetta er málið, Matti. Sjálfsögðu þegar menn standa hérna á 6,5 metr, þá eigum menn bara að taka skot. Já, eins og þetta... Flotið er á gott á boltanum, þó að sendingarnar kannski séu ekki alveg upp á 10, en leið og við náum að halda flotið á boltanum. Það er fátt meira pirrandi þegar þetta er sóknarlið og það er við alltaf verið að stoppa leikinn. Já. Það er það sem líka sem Haukarnir þurfa að fá núna í vörninni og sér, við þurfum að fá fleiri brot til þess að stoppa flæðið hjá Svíjónum. Já. Sækja þér aftur til sama hreyfingu á þann, þetta er frábælega gert. Heimir. Felix klár. Ég velti fyrir mig, Matti, þú sem auðvitað varnarmaður, eins og núna þeir eru búin að spila eins og þú varst að koma inn á hérna í fyrra áleik, þeir eru að spila nánast hver einustu sókn og liggur línumaðurinn á milli 1 og 2, það er að segja milli hornamanns og skyttu. Manni finnst stundum eins og þristarnir séu svolítið passífir þegar sendingi kemur á miðjumenn, þá standaði báðir og bíða, myndir þú vilja sjá mæta framar? Já, líka stoppa hreyfinguna sem eru að koma frá bakvörðunum hjá Svíjónum. Já. Ekki bara ein finta sér nóg til þess að þeir vinni mann. Það er oft þegar að sækja einn á móti einum og línumaðurinn er á gagnstæðum bakverði, þá myndir mann kannski vilja fá bara fríkasti fyrr. Nú er hending komin upp, Adam verður að taka þetta skot. Það er varið, Andri Heimir, stöng, Janus Daði, Hákon, býtur nú við. Nei. Hendið er náttúrulega komið niður hjá dómarunum. Já, smá hugsunarleysi þetta, en ég held að hendi væri ennþá uppi. Munurinn er komin inn í 4 mörk núna. Þetta er miklu betra hjá Adam. Þetta viljum við sjá. Já, þetta er miklu betri varnarleikur. Þeir eru að éta upp hérna fórskotið, Svíarnir. Munurinn komst mest í 8 mörk. Komin inn í 4 núna. Mikilvægt að halda áfram. Gunni og Einar eru að reyna að stappa stálu í haukastrákana hérna síðustu 10 mínúturnar. Já. 12 mínútur eftir þessu leik, staðan 21-17 fyrir Hauka. Felix klár er núna á miðjunni, tekur stöðuskiptin hjá.
Þá kemur Jesper, þá kemur vantilega hraðabreytingin þegar boltinn kemur tilbaka, sérðu? Þetta er akkurat málið. Þetta verða þær að lesa þetta. Já. Einfaldur tjekki þarna á allt opið. Það er svona eins og einhver kraftur sé farin að þessum Haukaliðinu núna síðustu mínútur. Já, eins og við töluðum á hann, það er náttúrulega fór mikið púður í þennan fyrri hálfleik og það vill oft gerast að það hægist á mönnum. Það skot er beint á markmanninn. Það var laglegt Adam Haukur til fyrirmyndar. Gunnar Magnússon komið með timeout spjaldi í hendina. Hann tekur... Nei, hann ætlar að bíða með það. Það er að taka skotið full snemma. Já. Boltinn er ekki búinn að fá hann að ganga. Sóknarleikurinn ekki jafn beittur í fyrri hálfleik. Samanskapið varnarleikurinn betri og Svíunum að sjálfsögðu. Það helst allt í hendur. Hvað gerist núna? Þeir missa boltann. Þetta er hraðaplöp. Emil. Hann skorar. Já, nú eru Svíarnir kannski varnir að sýna okkur hvað þeir actually geta. Já. Og Gunni er ekki sáttur, tekur leikli. Það er erfið sending á Nonna þarna. Við erum að passa eftir þess að við vorum að tala um fyrirleik og við erum að tala um alla leikin. Við verðum að passa okkur á þetta. Já. Það er hárrétt. Þetta eru dýrir þessi feilar. Þetta er auðvitað eins og við vorum að koma inn á leið og að detta niður nokkur prósent varnarlega Matti og sóknarleikurinn ekki að beittur í fyrri hálfleik á jafn gott lið eins og Alingsås þeir éta bara forskottu upp. Já, við erum búin að gera það, búin að ná sér í 2 mörk, 21-19 og það er rúmlega 10 mínútur eftir. Já. Það væri ofboðslega gott, auðvitað fyrst og síðast náttúrulega að vinna leikinn væri náttúrulega frábært en það væri rosalega gott að ná þessu upp í 4-5 mörk aftur fyrir seinnileikinn. Það er allt annað scenaríu heldur en eins tveggja sigur. Já, klárt mál. Við þurfum að vera að fara til Svíþjóðar með sem flest mörk í fórskot ef við getum. Nú kemur Brynjólfur Snær inn á fyrir Gumma. Já. Ferskar lappir inn. Já. Daniel spilar hægri skyttuna. Elli gengur ekki alveg heim til skógar. Hákon leysir inn. Já, þessi Ruðningur. Býtum við. Akkur er hendur til Ruðningur. Þetta á bara að dæma eins báðum við. Já. Þetta kannski aðeins að lék þetta kannski aðeins svo mikið. Já. Sjálfsögðu að reyna þetta. Munurinn er 2 mörk. 10 mínútur eftir. Svíarnir að taka við sér í stúkunni. Já. Það er bara þó nokkur fjöldi stuðningsmanna að mættur á leikinn. Það var Jón Þorbjörn og Heimir Óli aftur konur í þristana. Já, Nonni fekk smá að pústa þess núna í nokkra mínútur. Það vonandi að það skili einhverju inn í síðustu 10 mínúturnar. Já, það ná sér í smá auka orku svona fyrir síðustu 10 mínúturnar. Já. Það koma Svíarnir. Við erum að þétta vörðina. Já. Jesper Konradsson kemur hér inn á miðjuna. Felix klar. Jesper. Þetta er frábært að spila. 2 mínútna brottvísun á Adam Haug. Mér finnst ekki mikið samræmi í þessari dómgæslu, Matti. Ég verð að viðurkenna það. Nei, ég er alveg sammálaður. Mér finnst þetta hafa gerst nokkru sinnum bæði með Heimi og sérstaklega með Nonna hinum meginn á vellinum. Já. Þetta lítur bara Adam enda með í fanginu og hann fer að sprikla þá. Þetta lítur kannski verður út en þetta er actually brotið. Já. Nú erum við að standa þetta og reyna að éta niður brottvísuna eins og við getum. Þetta er frábær vörn hjá Brynjólfi. Nú er að halda. Frábær sending hjá Jesper. Já. Þetta var algjör. Markus Sandström. Topp klassa sending.
Frábær sending hjá Jesper Konráðs, hann náttúrulega heilinn í öllu spili hjá þeim, búinn að skora 6 mörk og... Það eru gaman að sjá Binnan okkur fiska ruðningin eða klára bara brotið og ná að stoppa bolta. Já. Það eru 1 mark, 21-20 og Elli kemur aftur inn. Svona kæla öklan. Vonandi að ná að klára leikinn innan fullu krafti. Já. Færið, já, Nonni fær smá skell þarna. Já. Þetta fyrir mig hvort að það var ákveðið reynsla á bak við þetta að Geta tíma. Geta þessa tíma. Já, það. Nonni er ekkert að túra í fyrsta sinn. Nei, það nokkuð ljóst. Mikilvægt að fá mark núna. Rétt rúmar 8 mínútur eftir að þessu leik. Sóknarleikur Hauka ekki verið nógu góður í seinni hálfleik. Daniel, Elías Már, já, vantar þetta litla. Sleppa, Gítrius kemst í markið. Magnús Persson. Já, vel brotið á Binna þarna. Nonni óöppina. Hvað er að gera? Nonni mistan hann úr lúkunum á sér. Já. Einspaksmunur, 8 mínútur eftir. Svíjarnir einu fleiri í 20 sekundur umlagið við bót. Frábær varnarleikur hjá Daniel. Jæja, Binni, nú nýtur þetta drengur. Nei. Þetta er svo dýrt. Þetta er svolítið sagan í seinni hálfleik, Matti. Já, sjáum færi á Danna á hann og Binni núna. Þarna 2 mínútur að Hákon gekk fullharkalega fram hana. Sömu sekundu og Heimir Óli er að koma inn á til að fá fullskipað lið hjá Haukunum. Þetta er dýrt, Matti. Já, hann segir bara sjúkrahjálfaranum að koma sér út. Það er ákveðin saga sem er hérna í seinni hálfleika. Staðan er 15-8 í hálfleik. Haukarnir eru búin að skora 6 mörk í seinni hálfleik og Svíarnir 12. Já. Þetta er bara... Gunni ósáttur með dómarana við það. Já. Þessu samkvæmi sjálfur sér dæmi eitt báðum megin. Já, þeir eru búin að jafna leikinn. Ná opna Haukavörðuna einu fleiri Svíarnir. Þetta er bara eins og svart og hvítt að horfa á þetta sænska liði fyrri hálfleik og seinni hálfleik. Sama skapið með Haukana svo sem líka. Já, hann er greinilega þruma vel yfir þeim í hálfleik. Já. 7 mínútur eftir. Haukarnir einu færri. Spilar enda með fullið hérna í sókn. Gítrius sér út af. Janustæði vinnur tíma. Það fá 1-2 fríkost hérna í þessari sókn. Já. Mínúta í mannin, rétt rúm. Daniel áfram, hægra megin. Janus á að keyra á hann hana. Já. Adam, Danni. Það er að sækja marki líka. Já. Nei, þetta. Og Gítrius út úr markinu. Minna litlu. Það var heila eins. Já, ég sé nú ekki að hann hafi komið við boltan hann markmaðurinn hjá Svíunum. Og stúkan á Ásvöllum er alveg sammála á mér. Dómarinn algjörlega samfærður í sinni sök. Staði upp, 21. Nei. Strákar, þetta er allt og auðvelt. Felix klár. Skora sitt annað mark í leiknum. Svíarnir konur yfir, 22-21. Haukarnir konur með fullskipað lið núna. Nei, fyrirgefðu, það eru 3 sekúndur í það. Fyrsta sinn síðan hvað í stöðun 1-0. Já. Svíarnir eru yfir. Já. Janus. Nei, Tóti. Nonni. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er alveg... Það gengur ekkert að finna... Nei. Marknetið þarna.
5 mínútur eftir að þessu leik. Svíarnir, Nú þarf að finna einhvern auka kraft. Já, klára þetta á fullum krafti. Spila sama kerfi, Jesper Konradsson á miðjunni áfram. Felix klar, já. Hann bara klemmir hérna. Það er ekki að fara að rekka mannin undan fyrir þetta. Það verður lögbrot. Já, dómarinn er sammála með hana. Það var að við. Það var klár klemma. En það gerir Danni vel, mætt honum framar. Svíarnir áfram þolinmóðir í sinni uppbyggingu. Kemur Jesper á fullum krafti. Já, 23-21 er staðan. Vantaði hendur. Binni leysir inn í hraði. Janus. Nei, henn á að stoppa þetta. Þetta er munurinn á liðunum í seinni hálfleik, Matti. Þeir eru að stoppa fyrstur hreyfingunni og haugunum. Já. Og við aftur á samanskapi varnarlega. Við erum að spila svolítið eins og í vörninni núna eins og Svíarnir voru í fyrri hálfleik. Já. Adam. Já. Loksins. Adam að skora sitt 4. mark. 4 mínútur eftir. Já, staðan 22-23, Svíunum í vel. Og mikilvægt að standa þessar varnir, drengir, klára þetta með sóma. Þá eru þetta ásöldum, Stænir á fætur, síðustu mínúturnar. Já, vel orðið Tóti. Já, áfram. Jæja. Þetta alveg mátt vera 2 mínútur. Þetta var 2 mínútur þarna, já. Já, Bekkur og Haukunum vildi það. Vel var ég á Gíturus. Já. Nú er bara gott mark. Einsmarksmunur, Svíunum í vel. Þeirra 3 mínútur eru eftir að þessu leik. Staðan 22-23. Það er dýrmætt að fá mark núna. Janus Daði sækir á, Adam, Daniel. Janus aftur og Adam. Þú eru að fá árásina, já, Brynjólfur. Það er nú í lofti, drengur. Já. Læsilegt. Klínir honum í skeytir úr skrefinu. Herðu. Já. Það var bara mátt dæma sóknarbrot á þetta. Og með hendina hann á undan sér. Ansi frjálslega með vinstri hendina undan sér hann. Felix klar, Haukarnir búnir að jafna, 23-23. 2,5 mínúta eftir þessu leik. Standa þessa vörn, drengir, standa þessa vörn. 1 bolt í einu núna. Það spila sömu hreyfingu, enn einu sinni Svíarnir og Jesper Konradsson kemur á flegiferð hérna. Sækir Jón Þorbjörn, Felix. Gítrius ver. Já, hann tók frá. Held að þetta sé rétt. Já, hann slær hann í boltan inn í teig. Já. En fínt. Vel varið hjá Gítriusi. Já, annars hefði Svíinn á línunni verið dauðafæri þannig að Heimir ekki stoppa boltan inn í teig. Þetta er þolinmæðis vinna. Nú er að standa Jón Þorbjörn á móti Jesper og kemur klippingin. Klára. Ekki láta teima sig úr stöðu. Magnús Persson. Klára brotið. Já, vel gert það. Þetta er miklu betra núna varnarlega. Nú má hendin fara að koma upp. Já, nú er hendin komin upp. Klára þetta, drengir. Magnús Persson. Það var laglegt, Gítrius. Nú erum við fá gott mark í þetta. Já. Skokki búinn að taka nokkra góða bolta hérna síðustu mínúturnar. Já. Datta aðeins niður. Hérna í seinna hálfleik. Hann komið sterkur tilbaka. Ánægður með þetta. Staðan 23-23 þegar mínúta er eftir að þessu leik. Mikilvægt að fá mark núna, strákar. Janus Daði. Adam. Já! Læsilegt. Frábærlega gert hjá Adam með Haukbánbrók. Staðan 24-23. 45 sekúndur eftir. Stænir á fætur inn í húsinu. 40 sek. Haukar einu mark yfir. Já. Svíarnir eru ekkert að flýta sér. Heimir. Þetta að dómarinn fari upp með hendina. Og mæta ável. Jesper Konradsson, já. Hann jafnar leikinn.
20 sek, fá eina góða sek, 15 sek. 15 sekundur eftir, staðan jöfn, 24-24. 10 sek. Já, Adam sækir á, herðu, þetta er peysut, halló, það er búið að klæða heimi hérna úr búningnum, 5 sekundur. 5 sekundur. Janus! Skotið í stöng. Þar með líkur þessu leik. Með jafntefli. Það er alveg mátt hendinu Svíjanum út af í lokin. Mér fannst þetta að vera klárað 2 mínútur hérna. Heimir á komin úr treyjunni. Svíjanir vinnu. 8 marka mun hérna í seinni hálfleik. Já. Það held ég. Við Matthías Árni ætlum að koma okkur fyrir hérna niður á gólfi þar sem við vorum fyrir leik. Fáum þjálfara og leikmenn í viðtöl hangað. Þannig að við leyfum þessum myndum að lifa. Eða tökum við smá hlédrengi, hvað gerum við? Ætlum við að fara í auglýsingar eða leyfum við þessu bara að lifa? Já, látum þetta bara rúlla og við Matthías trýtlum hérna niður. Þannig að við heyri í okkur eftir örskamma stund. Ekki fara langt.
má maður ekki leiða sér svona. Þetta bara, eins og ég segi, við áttum að vinna leik. Þetta bara lélegt. Sko, stóri munurinn á fyrri og seinni hálfleik, þið skorið 15 mörk í fyrri hálfleik, þetta eru 9 mörk í seinni hálfleik og nokkur koma í restina. Samaskapið varnarleikurinn og Sion miklu betri í seinni hálfleik en fyrri hálfleik. Þetta svona svolítið keðju dómínó áhrif af þessu en voru þetta þið sem að duttu niður eða þeir sem að hækkuðu þessu svona mikið? Jú, við vitum það að þeir eru hörku góðir og kannski komu þeir inn í leikinn með eitthvað vannmatt eða whatever. Við bara mötsum, við vorum bara betur en þeir í fyrri hálfleik og þeir voru betri en við í seinni og það er bara 1-1 í hálfleikum núna og við erum 2 eftir, þannig að ég er hundsvektur, það er alveg eins og er. Ég er drullu pirraður yfir þessu að við höfum náð að klúðra þessu. Af því að ég tel okkur betur en þetta og tel okkur bara ef við fullu erindi við þetta lið eins og við sýnum, 24-24, en ég er samt svektur. Ég hef viljað vinna á allana með svona 2-3 hérna og hérna er einvíðið ennþá opið, þannig að við erum allana heldum einvíðinu opnu og nú komum við 2 mörkum yfir og sýnum karakter og komum tilbaka. Þið náttúrulega sýnið framistæðinni fyrri hálfleik sýnir auðvitað það að þegar þið eru í gír og eru að spila eins og þið eigið að ykkur að spila upp á þeir eru upp á ykkur besta. Ég meina þið ætli bara að fara til Svíþjóðar og vinna þetta einvígi? Já, ég er bara, og markmiðið strax núna, ég held að enginn ákveð sem hrættur við að segja, við viljum bara fara til Svíþjóðar að vinna. Við sögum það fyrir leiktíðina, við viljum komast í riðilkeppnina og eitt af þessum skrefum til að ná í riðilkeppninu, þá þarf að slá þetta lið út. Þetta er hörkulið, við vitum það, en við erum líka bara með hörkulið og við þurfum að sýna það. Klassir þetta, takk fyrir spjalli og gangu vel í næsta leik. Takk. Og fæði til mig Gunnar Magnússon. Vel sveitt Eyrnardól, en það er svo sem menn hann lendi í vera. Já, Gunni. Rússibanni, frábær framistæði fyrir hálfleik og eiginlega, hvað maður að leyfa sér að segja, svekkjandi framistæða í seinni hálfleik? Sko frábæra 40 mínútur, ég hef bara að segja þetta er svona með því betra sem að við höfum spilað, þetta sko það er bara eins og þetta væri leikur hérna 6 í úrslitaeinvíginu og við afturhendingu hérna fyrstu 40. Orkan inn í liðinu og svona taktíki mér fannst við vera algjörlega með þá og svona allt undir kontról. Og svo hérna síðustu 20 þá verði bara að segja það, við vorum hérna orðinir helvíti bensinlausir. Janus var orðin þreyttur og Adam og línumenninir og allir þessi fór rosalega orka líka í vörnina og við vorum orðin mjög þreyttir. Og við setjum hérna, reynum að fá hérna ferska menn inn til hérna að hjálpa okkur og það sem var svolítið svekkjandi að okkur vantaði hérna 1-2 mörk á svona kapla, svona 40-50 mínútu. Meðan að menninir voru á veggnum þessi Janus og Adam og þeirra og vantaði aðeins smá input frá bekknum til að komast gegnum þann kapla. Og það svona erum maður svektur yfir, það þurfti að nýta þess breytin þá betur og við settum ferska mennin en fengum ekki nógu mikið það út úr því og mistum að svolítið hérna fram úr okkur og sama tíma leiðurum þreyttir, þá tókum svolítið óskynsamlega ákvarðanir sóknarlega og þeir fengu þá hraðaflöpin sem við vissum. Þannig að svekkjandi að vinna ekki leikinn en samt sem að þetta er náttúrulega fyrsti leikurinn í vetur sem þeir vinna ekki, þannig að þetta er gott lið og allt þetta en við sýndum virkilega styrk í dag og spilum frábæra 40 mínútur og hérna hundsvektur að það skulle ekki að skila sér í. Á þessum kapla leiksins þar að segja fyrstu 40 mínúturna þá eru Heimir Óli og Nonni að spila, Jón Þorbjörn að spila fyrir miðjunni í vörninni, gerðu það frábærlega. Daniel kom sterkur en Adam mjög góður í bakverðinum í vörn líka, Gíturís í fínu formi í markinu og það er eiginlega akkurat þá að þeim tíma sem að þú ferð aðeins að einmitt eins og kemur hann og rótera aðeins í liðinu, þá virðast þetta detta aðeins niður. Já, við segjum, á þess að segja afsaka 1-1, þá vorum fyrir norðan á miðvikudaginn, komum 3:30 nóttina á fimmtudaginn, fór rosalega orka í ferðalagið og erfitt og svo er náttúrulega bara 2 dagar í leik. Þannig að hérna, það hjálpa okkur ekki í að hafa meira á tanknum síðustu 20 en á þess að segja afsaka 1-1 þá hefðum við þurft að fá bara meiri input frá þeim sem kom inn á og svo fáum við, þó hefur nýtingin hafa verið góð við það heila en svona hraðuplöppuð og dauðafæri hjá Nonna sko, þessi 2 atriði, þetta svona Daniel og Brynjólfur báðir í seinni hálfleik líka einan á móti markmanni. Já, einan á móti markmanni sko, þetta svona kom allt þegar við vorum svona okkur vantaði smá púsko til að koma okkur í hérna í svona gegnum þörskuldina, vantaði svona 1 mark og það tókst ekki og við fengum bara nokkra sensa og það er svona synd að það skulle ekki hafa tekist. Er þá markmiðið skýrt núna, það er að kalla fram í 60 mínútur þessa frammistöðu á miðvikudaginn fyrsta móti FH. Nú þurfum menn að setja þetta aðeins til hliðar. FH á miðvikudaginn, það verður gríðarlega erfiður leikur, Hafnarfjarðarslag, þeir eru alltaf erfiðir, óháð gengi liðina í deildina, bara það er svona annar leikur sem það skiptir engu máli þegar komið í leikinn og svo er þetta bara að fara til Svíþjóðar næstu helgi. Þetta eru 2 leiki sem menn ætla að vinna. Frammistaðan í dag var frábær og ég er mjög sáttur við frammistöðu og allt þetta og orkun og allt sem við gáum í þetta. Þannig að ég er klárlega ánægður með það og þetta er eitthvað sem við getum byggt á.
Nú sem við þurfum að vinna í núna, það að stöðuleika, að ná að gíra okkur inn í alla svona leiki eins og við gýrum okkur þennan. Maður sá það bara fyrir leikin í klefa, menn voru bara tilbúinir sko. Það var bara allt í standi, hugafar og annað. Þetta var svona ángríns svona eins og að vera bara að fara í leik 6 í úrslitakeppninni aftur. Þannig voru menn bara gýraðir inn í þetta sko. En það sástu það á frammistöðunni. Ekkert smekku við að menn séu, það fúlir eftir að hafa mist þetta niður í jafntefli að það mun hafa áhrif á frammistöðuna móti FH? Nei, við þurfum bara að vinna rétt úr þessu og nýta þessa frammistöðu og nýta sem við fengum út úr þessu og ég segi, frábæra 40 mínútur svona með því betra ef ekki það besta sem ég kom í Hauka sem við sýnt. Þetta var, við vorum, mér fannst við vera frábærir. Og þau getur byggt á því og það leikur á miðvikudaginn, fá nokkra daga á milli og svo leikur á sunnudeginum í Svíþjóð, það var einn auka dagur en þetta kemur auka ferðalag en við komist í gegnum það og það verður bara frábært að fara til Svíþjóðar og spila annar svona hörkuleik. Frábær höll og frábær umgjörð þarna í Svíþjóð og svona leikur og þetta einvígi, þetta, auðvitað ætla okkur að vinna í Svíþjóð en samt sem á þetta mun skila og gefa okkur svo mikið og frábært þeirri framhaldi sem við munum nýta vel. Þessar Gunni, takk fyrir þetta kjærlega. Þá erum við komið með þjálfara Alingsås. Heilsast hér hann og Gunni. First it's a headset. So how do you reckon this game? It was a game of 2 halves. Yeah, of course. We said that in the halftime that this is only 1-0-4. They did it very well, Haukar, sorry, in the first half, and we didn't have a chance, but in the second half we moved on and took it step by step, and I think I'm very satisfied with the result after all. What was the biggest difference between first half and second half with your team? First of all, we did much better in the defense, and we had some saves in the first half. We have 2, I think, 2 or 3. Oh, okay. Yeah. Shame on me that I didn't change. But in the second half, we got some saves and then some fast breaks and easy goals, and then we're back. And in the end of the game, I thought that we were a little bit stronger physical than Haukar. The second game is going to be played next Sunday in Alingsås. So the goal must be then to try to perform in 60 minutes like you did in the last 30 minutes today. Yes, of course. And now we have met them. It's different to watch video and meet them in real life. And I hope we can be there from the beginning next time. But all credit to Haukar today. They did it very well, and they have did their lesson. And yes, but it will be a tough. You think Haukar was better than you expected? They had a much higher level than I have seen before this game, and I spoke to some Icelandic persons, and they say that in the playoff they're like this. So this will be the thing I will expect next game. Have a nice trip home. Thank you. And good luck in the second game. Thank you. Thank you. Thank you. Takk. Þá fæ ég til mín Matthías Árna Ingimarsson og við klárum að gera þetta hér upp. Það Matti búinn að tala við Heimi og Gunna og þetta þjálfar Alingsås og þetta erum við drullu fúlir bara? Já, ég held við megum alveg vera pínu fúlir sko. Seinni hálfleikurinn er alveg svart og hvítt. Dettum hana niður. Bara þegar það dettur aðeins svona niður, sér nokkuð prósent, þá bara getur enda svona. Og það var auðvitað eins og Gunni kom inn og hann talaði að sko frammistaðan fyrstu 40 mínútur í leiknum hafi verið bara einar bestu 40 mínútur síðan að hann tók bara hreinlega við Haukaliðinu. Já, það voru bara hreint og svo frábæri. Svo núna talaðum við eftir leikinn, menn þeir voru bara frábæri, sérstaklega í vörninni og sérstaklega þá í alveg allan fyrri hálfleikinn. Mjög sterkir, aggressífir, voru að brjóta á þeim, stoppa flæði á þeim. En svo kemur smákafli það sem við dettum aðeins niður. En það, ég meina, sko Haukar sína það með frammistöðunni fyrstu 40 mínúturnar að þeir eru alveg breyki í þennan seinni leik út í Svíþjóð eftir rúma viku. Já, klárt mál.
alveg klart mál sko, ef við náum þessu leik aftur, sem ég bara hef fulla trú að strákarnir geti gert. Og það er náttúrulega spurning hvað sænska lið mætir þar, þeir voru greinilega ekki mættir hérna í fyrri hálfleik, hvort þeir voru að spila undir getu eða við vorum alltaf bara mjög góðir og þeir lélegir á sama skapi. Svo svona snýst þetta aðeins við, kannski sem við erum að tala kannski síðustu 20 mínútur. Þar sem þeir eru svolítið að spila vörð eins og við spilum í fyrri hálfleik og við svolítið eins og þeir í fyrri hálfleik. Við erum ekki að mæta nógu vel út í það og þeir eru ofauð fyrir að vinna menn. Þá þarf að koma að hjálpa vörð og þá er að fá mikið að opnu færum og við í sama skapi kannski sókninni nokkur svona fljótfærnismistök sem kost okkur. Skorum ekki í nokkra mínútur þarna og svona aðeins vantaði smá. Vantaði svona bara svolítið bensín. Já, mennarnir þreyttir og svo bara líka setja þessi á nokkuð döðafæri þannig að ég hefði viljað sjá í netinu. Algjörlega, svo er þetta framöndan Hafnarfjarðarslegur á miðvikudaginn. Það er FH hérna ásvöldum á miðvikudaginn og það verður bara hörkuleikur og FH er búin að vera að spila vel. Við erum svona kannski vonandi að komast í gang aftur. En þetta með FH náttúrulega móti Selfoss síðast, lenti á smá vegg, voru ekki góðir þar en búin að vera svona flottir fram að því. Og með þéttan hóp og góðan hóp, gott lið. Þannig það verður, og ef við náum að taka að góða sem við gerum í þessum hérna leikum móti Alingsås í dag og heimfæra það á svona 60 mínútna leik í deildinni heima, þá bara ég vona alveg hörkuleik frá Haukunum. Engin spurning, ég held að við förum að segja þetta gott hérna frá Ásvöllum. Búin að vera marathon útsendingina hjá okkur síðan bara klukkan 3 í dag. Ég heiti Kristján Aðarsteinsson, Matthías Árni Ingimars sem með mér í þessari lýsingu. Kæra þakki Matti minn. Takk sömuleiðis. Og við óskum Haukum bara góðs gengis í næsta leik og á miðvikudaginn á móti FH. Takk fyrir okkur. Tæknimönnunum þakka við líka, kærlega. Takk fyrir okkur. Omar Gunnars verður aftur kúlinu og það og Birgir Ívar er og nú er það Ralleblöð og ég koma að þér og hér er Andri Stefán og hann næla jafnar, Engina jafnar 27-27 þeir ná jafnteflið að klart gegn Barcelona. Ég skal segja ykkur það, þeir eru búin að ná Stígi Geir Sveinsson, þetta er frábær frammistaða.
Tómas Gunnars verður aftur